Við ætlum að gefa okkur aðeins lengri tíma, við ætlum ekki alveg að byrja 12:30 af því að lyfturnar eru ekki alveg að skila fólkinu okkur upp. Þannig að ég ætla bara kannski að biðja ykkur að sýna mér smá mildi með tímasetningu, nokkra mínútur. Góðan daginn, kæru gestir. Mikið gaman að sjá okkur öll hérna og við erum hérna í fallegum og björtum sal og það verið að opna glugga því það orðið svolítið heitt. Ég átta mig á því. Það mér mikill heiður að bjóða ykkur hjartanlega velkomin á þessa mikilvægu ráðstefnu. Taktu málin í þínar hendur í tilefni af alþjóðlegum Alzheimersdegi sem einmitt í dag. Ég heiti Sigríður Pétursdóttir og fundarstjóri hér í dag og málefnin varða Alzheimer, það varða mig persónulega þar sem að móðir mín greindist fyrir 5 árum með Alzheimer sjálf. Heilabilun og þar með Alzheimer málefni sem að snertir fjölmarga einstaklinga og fjölskyldur allan heim. Það eitt af forgangsverkefnum alþjóða heilbrigðismála stofnunarinnar WHO. En það snýst þetta ekki aðeins veikindi, heldur líka heilsueflingu, forvarnir og hvernig við getum haft áhrif á lífsgæði okkar þegar við eldumst. Því þema ráðstefnunnar, taktu málin í þínar eigin hendur, svo mikilvægt. Hægt að draga verulega úr líkum á veikindum með lífsstílsbreytingum og aukinni meðvitund. Og ég held að það skipti hvað mestu máli að auka meðvitund. Í dag höfum við fengið til okkur framúrskarandi ræðumenn á ýmsum sviðum sem munum fjalla mismunandi þætti, tengda heilsu og heilabilun og hvernig við sem einstaklingar og samfélag getum brugðist við og haft áhrif. Ég vil sérstaklega þakka Alzheimer samtökunum fyrir að halda þessa ráðstefnu og fyrir þá ómetanlegu vinnu sem þau inna af hendi í þessu málefni. Gaman að segja frá því að nýr verndari samtakana, maki forseta, Björn Skúlason, hér mættur í salnum og færi við honum miklar þakkir fyrir að takast á við nýtt hlutverk. Ég hlakka til að heyra frá öllum frábæru ræðumönnunum og fyrst á dagskrá Alma Möller, landlæknir, sem að mun fjalla heilabilun og forvarnir, aldrei of snemmt og aldrei of seint. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir fundarstjóri og góðan dag, kæru gestir, nær og fjær. Það kemur mér ekki á óvart að sjá svo marga hér á staðnum því að efnið svo sannarlega mikilvægt. Og eins og þið sjáið þá heitir erindi mitt heilabilun og forvarnir, aldrei of snemmt, aldrei of seint og engin geimvísindi því að þetta allt mjög einfaldi þættir eins og ég mun koma að. En það alltaf gott að byrja á að setja hluti í stærra samhengi og
Við vitum það að það eru gríðarlegar áskoranir í heilbrigðisþjónustu. Það er vegna hækkandi aldurs, vegna aukningar í langvinnum sjúkdómum eins og heilabilun er. Og við getum sífellt gert meira og gerum sífellt kröfur meira. Nú síðan er umhverfið flóknara og það er erfiðara að samhæfa. Við okkur vantar starfsfólk og síðan eru gríðarlegar áskoranir eins og loftslagsbreytingar sem reyndar tengjast þessum sjúkdómi sem hér er til umræðu. Og það er mesta ógn okkar þessara aldar. Nú, hvað getum við gert? Við verðum að nýta það fé og þær bjargir í heilbrigðiskerfinu sem við þó höfum með sem árangursríkum hætti og þegar kemur að heilabilun þá gildir það að sjálfsögðu að greining og meðferð sé skilvirk og síðan ekki síður mikilvægt er að efla lýðheilsu og reyna þannig að minnka eða seinka eftirspurn eftir þjónustu. Og það gerum við með heilsuefling á forvörnum en líka með nýsköpun og tækni. Og þarna þurfum við þá að vinna með þá áhrifaþætti heilabilunar sem við getum haft áhrif á. Nú heilabilun er hratt vaxandi vandamála heimsvísu, þetta fyrst og fremst vegna þess að við lifum lengur og fjölgun verður 100% á næstu 20 árum. Þetta er 7. algengasta dánarorsökin, kostnaður er rúmt prósent vergra þjóðarframleiðslu sem er gríðarlega mikið og tíðnin er svona 5–8% þeirra sem eru eldri en 60 ára og þetta er umtalsverður þáttur þess að lifa við slæma heilsu. Þetta eru tölur algengi á Íslandi sem ég lét taka fram fyrir þetta erindi. Þetta eru tölur frá heilsugæslu og sjúkrahúsum. Það vantar í þær frá sjálfstætt starfandi sérfræðingum en þarna sjáum við að áætlaður fjöldi er 3.500 og algengi er þarna 4% hjá 60 til 70 ára og 8% hjá þeim sem eru 70 ára og eldri. En heldur dregur úr nýgengi. Og hér er fjöldin nýra greininga á hverju ári, 666 í fyrra og þarna er ekki staðla sem sagt fyrir fjölgun íbúa og þarna er nýgengið til hliðar og með góðum vilja þá er það heldur á niðurleið og það segja erlendar rannsóknir einnig. Hér sjáum við nýgengi eftir aldri, þarna allra neðst 3 ár lægstu súlurnar eru yngri en 70, dökkbláa er 70 til 74 ára og síðan þau sem eldri eru. Og þetta er auðvitað bara mjög áhugavert að sjá. Nú eins og framkom þá hefur Alþjóða heilbrigðisstofnunin sagt að við eigum að hafa heilabilun í forgangi sem lýðheilsumál og við eigum að vinna með þessa áhættuþætti sem við þekkjum. Og þeir áhættuþættir sem eru sterkastir eru auðvitað aldur, það er líka erfði kyn og kynþáttur og þetta eru auðvitað þættir sem við getum ekki haft áhrif á, en þarna til vinstri eru þættir sem við getum haft áhrif á og ég mun fara yfir þá alla. Þarna eru hreyfing og tóbaksvarnir, næring, áfengisvarnir, heilaþjálfun, virkni, þyngdarstjórnun og svo meðferð ýmissa sjúkdóma. Og þessir áhættuþættir eru tilgreindir í skýrslu frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni sem ég studdist mikið við þegar ég var að undirbúa þetta erindi og síðan er þarna hægt að bæta við einu mjög mikilvægum áhrifaþætti sem er svefn og síðan höfuðáverkum, vannæringu, lítilli menntun og loftmengun. Og þessir þættir eru skilgreindir í skýrslunni sem heitir World Alzheimer Report frá því í fyrra. Þetta eru hvorutveggja mjög fínar skýrslur og alls ekkert erfiðar aflestrar ef fólk hefur áhuga. Og það er talið að það sé hægt að koma í veg fyrir eða seinka heilabilun í 20 til 40% tilvika. Þannig að það er svo sannarlega til mikils að vinna. Nú þetta eru svokallaðir áhrifaþættir heilbrigðis og nú sýnist mér engin bendill vera hérna, er það tæknimenn, er bendill í þessu?
ég þorði ekki í þetta á þetta myndi slakka á eða eitthvað. En við skulum bara sjá hér er þetta kyn og það sem við höfum ekki áhrif á. Hér koma lifnaðarhættir og þetta er allt þættir sem að við bara hvert og eitt getum haft áhrif á. Þarna sjáum við svefn og geðrækt og hreyfingu og næringu og það að forðast áfengi og tóbak. Síðan hér er það tengsl sem eru ótrúlega mikilvæg og ég kem að félagsleg tengsl. Síðan hér eru alls konar þættir í lífi, leik og starfi eins og menntun, eins og atvinna, eins og heilbrigðisþjónusta, loftgæði og svo framvegis og í rauninni allar stefnur og aðgerðir ríkis og sveitafélaga hafa áhrif á heilsu okkar. Þannig að heilsa er mál samfélagsins alls. Hún er ekkert mál landlæknis og heilbrigðisráðherra, hún er mál okkar allra ráðuneyta. Og heilsan verður til það sem við segjum, það sem fólk bara lifir og starfar og leikur og það er á vettvangi sveitafélaga. Þannig að embætti landlæknis sinnir heilsuefling og forvörnum mjög mikið á vettvangi og í samvinnu við sveitafélög. Og það sem að yfirvöld geta gert, það er að auðvelda okkur hollavalið eins og bara einfalt dæmi eru góði hjólastígar þannig að maður getur hjólað í vinnuna eins og ég geri oft og að torvelda óhollavalið þannig að til dæmis að greiða niður hollamatvöru og leggja gjöld á það óhollu bara til að taka einhver dæmi. Og eins og ég segi það þurfa allir að taka þátt. Nú ég ætla að fara svona yfir nokkra áhrifaþætti og þarna er fyrst hreyfing og við gáum út nýja leiðbeiningar hreyfingu í febrúar síðastliðnum og ég bara bendi á heimasíðu okkar landlækni.is. Þar eru leiðbeiningar fyrir helstu hópa. Við eigum alls sem það getum að hreyfa okkur reglulega og það er náttúrulega frábært að hreyfa sig úti og minnst 150 mínútur á viku sem er cirka svona hálftími á dag og meira er betra og við sem eldri erum ættum að gera styrktaræfingar, lyfta lóðum minnst 2 í viku og við vitum að regluleg hreyfing minnkar líkur á heilabilun. Það eru þetta bara minnka líkur á fjölda sjúkdóma sem aftur eru áhættuþættir fyrir heilabilun en hafa líka áhrif á heilan sjálfan og ég er nokkuð viss að í þessum erindum verður komið inn á mikilvægi hreyfingar. Nú síðan er það næring og þar gildir að borða holla og fjölbreytta fæðu og matvæli sem eru rík af næringarefnum frá náttúrunnar hendi eins og grænmeti og ávextir og gróft korn, belgjurtir, jurtaolíu, fituminni, mjólkurvörur, fisk, lýsi, magurt kjöt og fleira. Og við eigum almennt ekki að þurfa að taka bætiefni nema við eigum öll að taka D-vitamin á hverjum degi af því að við fáum of lítið D-vitamin úr sólarljósinu og svo er það fólat fyrir konur á barnseignaraldri og B12 fyrir þá sem eru grænkerar. En annars er bara nóg að borða hollt. Nú við erum sömuleiðis með ítarlega leiðbeiningar næringu, til dæmis næringu eldra fólks, þau sem eru hraust, aðrar fyrir þá sem eru hrumir og svo framvegis og bara aftur heimasíðan. Nú það hefur verið talað að þetta svokallaða Miðjarðarhafs mataræði gagnist sérstaklega í forvarnar á heilabilun og meðferð þegar hún er væg. Og það hefur svo verið aðeins útfært og kallað Mind Diet sem á að vera sérstaklega gott fyrir heilan. En rannsóknir að baki öllu því sem ég að segja, þær eru missterkar. En hér er allavega ekkert talið upp sem er óhollt og hér er lagt mikið upp úr því að borða salat sem eru græn lauf eins og spínat og slíkt, grænmeti, borða mikið af því, rauðrófur eru í þessari World Alzheimer Report sem ég tilnefndi sérstaklega, heilkorn, hnetur, baunir, ber eins og bláber, ólífólía og fiskur og sjávarfang. Það er almennt mælt með að borða kjöt í hófi og það er í nýjum leiðbeiningum núna. Svo hefur vín í miklu hófi verið orðað við
þennan Mind Diet en ég kem að því að Alþjóða heilbrigðismálastofnunin telur ekki hægt að mæla með áfengi í hófi til varnar Alzheimer, þannig að afsakið það. Nú síðan hér einn áhrifaþáttur og ég ætla nú bara að lesa þetta, að þetta sem annarkvort góð eða góður lengir líf, bætir minni og sköpunargáfu, bætir útlitið og hjálpar okkur að halda kjörþyngd, virkar fyrirbyggjandi gegn krabbameinum og heilabilun, eflir ónæmiskerfið, lækkar áhættu á hjarta- og heilaáföllum, auk sykursýki, stuðlar að hamingju og vinnur gegn þunglyndi og kvíða. Og ef þetta væri lyf þá væri við öll á þessu ekki satt. En hvað er þetta? Svefn segir einhver. Þetta er skrifað svefn og þetta er úr bókinni Why We Sleep sem búið að þýða af hverju sofum við eftir Matthew Walker og ef þið hafi ekki lesið hana þá mæli ég með því. En ég myndi gefa rétt fyrir að ef þið nefnduð hreyfingu og ef þið nefnduð tengsl. Það ber alltaf sama brunni. Og við eigum að sofa, flest okkar þurfa að sofa 7 tíma að lágmarki. Og við vitum alveg í gegnum okkar lýðheilsuvísa hjá embætti landlæknis að 25% fullorðinna sofa of lítið og miklu hærri tölur hjá unga fólkinu. Þannig að við hjá embættinu höfum lagt miklu áherslu á svefn. Nú síðan það félagsleg tengsl og virkni sem eru ótrúlega mikilvæg fyrir heilsu og vellíðan og þegar kemur að heilabilun þá svona svolítið diskuterað eru einangrun og tengslaskortur orsök eða afleiðing og nú gulur september og við erum að leggja áherslu á ýmis atriði í þessu sambandi og svo þykist ég vita verði komið inn á þetta í fyrirlestrum og eftir en þetta eru 5 leiðir af vellíðan sem afrakstur vinnu á vegum bresku ríkisstjórnarinnar 2008 og farið yfir mörg hundru rannsóknir hvernig væri hægt að auka vellíðan borgarana og þarna talað að við þurfum að mynda tengsl, við þurfum að hreyfa okkur, þetta kannski meira svona be active þannig að líka vera virk, nú taka eftir og halda forvitninni, halda áfram að læra og gefa af okkur og það löngu búið að sanna að það sælla að gefa en þiggja og það að taka þátt í sjálfboðastarfi eins og ég ímynda mér að þið séu mörg að gera fyrir Alzheimer samtökin. Það ekki bara gott fyrir þá sem að njóta þess, heldur líka gott fyrir þá sem eru að bjóða sig fram. Og þetta eru mjög sláandi tölur tengslaleysi. Þetta frá bandaríska landlækninum og það að skorta félagsleg tengsl, það jafn vont fyrir heilsu eins og að reykja 15 sígarettur á dag, drekka 6 drykki á dag, hreyfa sig ekki, offita og loftmengun. Þannig að tengsl eru ofboðslega mikilvæg fyrir heilsu okkar og vellíðan. Nú síðan það að forðast áfengi og tóbak og þetta eru hvortveggja mjög sterkir áhrifaþættir vanheilsu og áfengi áhrifaþáttur 200 sjúkdóma og ég gæti talað þetta í allan dag og það eru engin örugg mörk þegar kemur að neyslu áfengis. Það sérstaklega krabbameinin að bara lítil neysla eykur áhættu á krabbameinum. Og við vitum að hér eru 24% fullorðinna sem að stunda áhættudrykkju. Það þýðir annarkvort að drekka oft eða mikið í einu og 7% fullorðinna hafa sótt meðferð á Vog og við þurfum að gera svo miklu betur í forvörnum. Og það sem að skiptir mestu máli það að takmarka aðgengi, það að halda verðinu háu og það að leyfa ekki markaðssetningu. Þetta eru langmikilvægustu forvarnirnar. Aðrar aðgerðir sem við ættum að vera dugleg í eru aðgerðir gegn ölvunarakstri, meðferð á þeim sem í áhættu og að meðhöndla áfengisfíkn. Ég hef upplýsingar á fræðslu þarna dauft skrifað, við vitum þetta allt og það ekki að virka nóg. Nú síðan það heila leikfimi eða heila hreysti og það mikið talað það að hæfileg virkni sé góð fyrir þegar kemur að heilabilun og ég nú nokkuð vissum að það eru aðrir betri að tala það. Ég setti þarna mynd af orðurlu. Ég sjálf ægilega spennt fyrir alls konar svona heila æfingum og núna ég alltaf svona 3 orðurlur á hverjum degi. Ekki einhverjir í því?
nokkrar hendur og ég átti stórleik í vikunni, ég gat 3 í þriðju línu í öllu, mjög ánægð. Nú síðan það offita sem er mjög flókin og langvinnur efnaskipta sjúkdómur og hefur tengsl við ótrúlega marga sjúkdóma og þetta eru tíðnitölur á Íslandi, 28% fullorðinna og 7% barna og tíðnin hefur margfaldast og það hefur engri þjóð tekist að spyrna við fótum og þetta þarfnast samfélagslegra og fjölþættra aðgerða og ég er búin að skrifa þetta mikið, senda ráðherra minnisblað, kom skýrsla núna frá hópi til heilbrigðisráðherra og verið að vinna úr henni og við höfum gert klíniskar leiðbeiningar meðferð. Nú síðan það meðhöndla háþrýsting. Við vitum að hann er meðhöndlaður og vangreindur í flestum löndum og þarna sjáið þið, þarna koma allir sömu áhættuþættir, minnka tóbak og áfengi, minnka streitu, sofa vel, hreyfa sig, viðhalda kjörþyngd, borða hollt. Alltaf sömu þættirnir. Og við gáum út einmitt leiðbeiningar meðferð háþrýstings í fyrra. Svo það fleira, þetta allt í þessari skýrslu frá WHO, það að meðhöndla sykursýki, blóðfituröskun, þunglyndi og heyrnarskerðing vanmetin þegar kemur að heilabilun og það vaxandi vandi í heiminum og hér þurfum við að sinna forvörnum og snemgreiningum og meðferð. Nú, Hrafn Sveinbjarnarson, hann var uppi 1166 til 1213. Hann bjó á Hrafnseyri sem við hann kennd við Arnarfjörð og var goði og læknir, læriði meira sig á Ítalíu. Og hér vísa sem kenndar við hann til 3 lækna farða á fund. Sá fyrsti heitir Næði, annar nefnist Létta Lund og loks kjarnafæði. Og þeir vissu þetta allt, þeir munið úr háamálum, maður manns gaman og allt þetta. Þannig að þetta ber alltaf sama brunni. Það eru þessi þættir sem við höfum svo mikið að segja sjálf. Það svefn og hreyfing og næring og geðrækt og virkni og forðast áfengi og tóbak. Og ef við gerum þetta, þá aukast líkurnar á því að þið verðið og við, eins og móðir mín, hér hún 95 ára afmælinu og algjör tilviljun að við vorum eins klæddar og það gert grín að mér að ég klæði mig eins og 95 ára. Og hér hún á 99 ára afmælinu og hér hún á 100 ára afmælinu. En mamma dó fyrir mánuði og hún hefði orðið 101 í dag. Ég ætla að segja bara að lokum að við að kvarta yfir mörgu en við með framúrskarandi árangur á mjög mörgum sviðum, lýðheilsu og heilbrigðisþjónustu og við eigum að halda áfram að vera best, við eigum að geta verið best. Við búum við hagsæld, við búum við góðar aðstæður hvað lýðheilsu varðar, við erum vel upplýst, við eigum framúrskarandi heilbrigðisstarfsfólk, fámenn ennþá og tiltölulega ung. Þannig að við eigum að geta búið við bestu heilsu og ég segi alltaf ef ekki við, hver þá. Og hér á ég eftir 38 sekúndur fundarstjóri og lýk máli mínu. Kona mínu skapi, Meja kannski eins og ég veit það ekki. Þökkum Ölmu kærlega fyrir frábært erindi. Næsta svið Típa Snow með erindi sitt jákvæð nálgun við umönnun fólks með heilabilun. Next on the stage is Típa Snow with her speech, A Positive Approach to Dementia Care. And she will be talking in English. I will have a little bit of, I will sum it up in the end. Yeah. You'll help me out. Okay. Well, hello, everybody. It's good to be with you. I am sorry I do not speak Icelandic, so I apologize. However, I want to put into action some of the things that I know you were just talking about. So I'm going to start us off with something that I'm wondering, I did it last year, and quite a few folks were able to participate. So I'm gonna almost hum something, and I want to see how many of you go, ooh, I recognize that. Okay, ready?
Dun, da, 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 dum, da, da, da. Da, 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 dum, dum, da, 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 da. What comes next? Yeah. Now, this is what we're talking about when we talk about using what you have. When it comes to dementia, one of the tricky parts is giving up. We don't want to give up, but we have to be able to let go of things we can't hold on to anymore to celebrate what's possible. So the work that I do uses some of the basic core things and builds on them. So let's go back over that again. Let's see for a second if you can actually come up with words and actions that went with that song. So as many of you who can, stand up if you would, and let's see how long it takes us to get together as a community, to come together in community to do this. I'm going to be curious to see how well this goes. And I also want you to think back, when did you first learn this song and why? When and why? So here we go. Let's get ready. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Ta-da! So in the course of about a minute and a half, I managed to get about 200 and some people to collaboratively do the same thing all at the same time. And what I'm using is old memory, deep rhythmic memory. And we teach children this song to teach them about their bodies, but we also teach them about how you get data into your brain. How do you get data into your brain? Yeah, this is called participation. What we're doing, you and I do things together. I'm not going to lecture at you. I'm going to encourage you to use what you have in this conversation. So we get children to learn about their bodies, but we're not really good about teaching them about their brains. They don't learn about their brains. So I'm going to prove that, I think, with most of you. How many brains do you have inside your skull? Raise your hand, raise the number you think. You've got 3 unique brains inside your skull. How many of you are somewhat surprised to hear that? You shouldn't be, because you use them all the time. So I'm going to show you a picture here, hopefully. And these are called PET scans, and they allow us to look inside the brain of someone who's lying in a machine. They're lying in the machine like this. And we're taking pictures of slices of their brain, and we're looking at how well their brain is burning fuel. And the fuel that we're looking at here is glucose. Glucose metabolism. And where you see red, that's a lot of glucose metabolism. Yellow's pretty decent. Green, you got enough going on. Light blue, tiny bit of metabolism. And the dark blue areas, no metabolism, because those are open areas in your brain. Your mama was right, you have holes in your head. They're all connected, they're filled with fluid, and that fluid both nourishes and cleans out all the crap that you get in your brain. Cerebrospinal fluid. Now, what you're looking at is a 20-year-old person and an 80-year-old person, both of whom have healthy brains. And what we're looking at is 2 of the 3 brains. So if you would, put your hands together like this. Make fists, and then wiggle your index fingers and pop your thumbs up and down. And I want you to go, rum, rum, rum. Go ahead, try it. Rum, rum. This is the primitive brain. You all have one. You better have one or you're not alive. So the primitive brain involves the limbic system. It's the engine that runs you. Whether you're awake, whether you're asleep, it runs you. And it includes some important elements. These little index fingers, wiggle them around.
They're your hippocampal areas. They help you learn and remember. Take it in. Go ahead, get them out there. Go, learn and remember. Do it in Icelandic. I can't help you. Learn and remember. Yeah, they also help you go from here to there, turn around and come back. Do that. Go from here to there, turn around and come back. Wayfinding. And they help you with one more thing. Do this. They help you to keep up with the passage of time. How much time is it? How long has it been since? How long since? How long since I ate? How long since I went to the bathroom? How long since I was 15? How long since? Little hippocampal areas. Now, take your hippocampal areas. Let me show you where they are. Put your fingers to your temples. Tip your hands up like this. If you were to shove in an inch, don't shove in an inch. But if you were, you'd hit them. That's where they are, deep inside your temple areas. These guys, pick them up. Pick up your thumbs. Gotta pick them up. These little guys, survival. Survival. They help me be me. They're your amygdalae. Say amygdalae. It's Latin, it's not English, just so you know. I had to learn it too. So pick them up. They have 3 jobs. Do this. Threat perceiver, needs meter, and pleasure seeker. Because that's what helps you stay alive. So look at the person next to you. Now, one of you is starting to develop a change, and the other one's starting to worry. So look at your person and say, there's something wrong with you. Person, all of a sudden, what lit up in your brain? Your amygdala. What do you mean there's something wrong with me? There's nothing wrong with me. There's something wrong with you. Why are you saying that? I'm fine. You're the problem. Here's the thing about dementia. Dementia doesn't affect just one person. It affects everyone around them. So the reason I focus on care is no matter how many risk reductions we might do, no matter how well we try, it's not prevention, it's risk reduction. And some of us are going to end up with this no matter what. Some of us have great genes, some of us don't. Some of us have codes. So what we want to do is do the best we can, but then not give up, but let go of the idea that somebody's not going to get it. We might. So turn to the person next to you again and say, hey, I think something's changing. Now, is that a little different than there's something wrong with you? I think something might be changing here. I think we should figure out what it is, because it might actually be something we can fix. Our big challenge, we wait 5 years or more to get something looked at because we're afraid it might be dementia, but it might not. Might be a hearing problem or a vision problem, but we miss those opportunities. So go back here. This was your first brain we were talking about, the primitive brain. Now do this. That's your cortical brain. That's that higher function brain. So put your hand to your forehead, up there at the top. This is your executive control center. Your thinking brain. Yeah. Put your hands to your temple. This is where you process all auditory data. So those ears, this is where you're putting that auditory data. Now, your eyes, put your hand to the back and say occipital. All visual data is processed in the back of your brain, even though your eyes bring it in. And then spread your hands wide, put them up over the top. Now, you're going to have to cross your arms. Movement out. Do that, movement out, sensation in. Let's try it the other way. Sensation in and movement out. Which is easier? Sensation in and movement out, but it's wired across the middle. So up here, prefrontal, temporal, sensory motor, occipital. In here, limbic.
One more brain. Put your hand back here. Put your hand on your hip. And say, cerebellum. Your cerebellum is the little brain tucked up underneath that is a rhythm-related brain. When you learn to know something, you figure out how to say something and say something back. We put that stuff in the cerebellum so we can focus on learning new things with our cerebrum. Interesting. So now, let's take a look. Ooh, bummer. These are real brains, University of Alabama, 1997. Families donated these brains. These are two men that were the same age, same size, same measurement around the skull when they died. Now, these two men are facing this way. Prefrontal, sensory motor, occipital. Turn to your neighbor and talk about what you notice for just a second. What do you notice? What's the thing that stands out? Notice I did not say this is the Learning and Memory Center. These changes are happening all over the brain. And this gentleman has had his dementia. He had his dementia for 12 years, active symptoms. So there's going to be a lot of change over those years. Let's take a look at some other ones so you can believe that there's change. Take 3 fingers and touch your left temple. Let's see how you do. There you go. Oh, you guys are good. Most of you. Some of you are copying me, not reversing the direction. Turns out that 98% of us have formal language skills in the left temporal lobe. And dementia attacks asymmetrically very frequently. And language center is very vulnerable. So pick your thumb up. Vocabulary, comprehension, speech production. I'm going to lose vocabulary, the words, comprehension, understanding of the words, and the ability to produce the words. But what I'll keep over on the right, forbidden words, and social chit-chat phrases. I'll keep turn-taking and arguing. No, I didn't. You did too. I did not. You did too. I will keep picking up on the rhythm of speech, but not the content, including the rhythm of a question. And when you hear a change in frequency, intensity, or volume, you need to listen because that's my effort to communicate distress. But I also pick up on yours. Then we have over here music, poetry, prayer, or counting. Preserved. And we also have automatic rhythmic movements. So I'm going to try something and see what happens. Why is she getting up? Why did she stand up? I did this, and even though you didn't want to, you did it. You really didn't want to, but somehow when I went, ooh, it was the ooh, and I made eye contact, and then I did that, and you stood up. Now, what's happening here is I messed up one time. They can't remember. Oh, yeah, they can. The amygdala says, I don't trust you, and I don't like you as well. And then pretty soon what we start having is, no, thank you, I don't want to. No, I'm not doing that. 7 out of 10 times. So how are we going to change that? Hey. Hey. I'm Tifa, and you are? Christian. What did I do differently?
I said, hey, this is automatic again. That's my cerebellum getting active. That's his cerebellum acting back. Then I'm here. I want you to take a look at this handhold. When we shake hands, what's the next thing you typically do? You let go. I don't want to lose him. So what I'm going to do is grasp like this, and I'm going to move to his side. And this becomes a supportive stance. And now what I can do, you've got something. Good job. Rather than here, you've got, take your hands, put them around your eyes, and realize with this condition, I lose how much data I can take in. So I give up the edge to keep the middle. Do this. Tunnel vision. You'll also have it when you're a stressed out carer. Do this. Binocular vision. How much data I can take in, center field only, by middle of disease. That's what I have. 18 inches across. I can't pay attention. You'll watch me. I cannot notice things out here. If I start trying to find anything, I can't find it. So, if I were to have him look at me and I get right in front, do that. Can you see my hand coming? Can you see me getting ready to do things? If I turn this way with you, right here. I'm using his old motor memory of buttoning buttons with his hand, but I'm using my skill. Won't work the same if I'm on this side, because it's habits of a lifetime. There are so many things we can do differently when we know differently. So, my mission in the world is to get us to look at things differently. In my last minute, because I said it for 18, allow those two, I'm going to have you with a partner get into this position, if you will, with somebody next to you. Now, the one on the right, classically, 90% of the time, 90% of us are right-hand dominant. So go ahead, if you're right, try it and see. You'll find out from your partner. Go ahead and get in this position. Right to right. Right hand to right hand. So shake hands like you would normally shake hands, and then just let your hand rest underneath. There you go. You got it. Now, gesture on your own body, something you want them to notice on their body. Oh, look down. At some point it will matter. And realize, now with your hand, realize you can take your hand to them and there will be a lot less distress because they have memories of a lifetime of bringing their hand to their own body. For mouth care, for washing, for dressing, for changing. Choices we make matter. So here we are. Here we're going to finish it off. Wrap it all up. Put your hands here. Prefrontal. Occipital. Temporal. Sensory motor. Do it again. Prefrontal. Occipital. Temporal. Sensory motor. Hippocampus. Amygdala. Limbic go. Prefrontal, occipital, temporal, sensory motor, prefrontal, occipital, temporal, sensory motor, hippocampus, amygdala, limbic go. And what I'm going to tell you is, in the U.S., we are teaching our second group of 6 to 12-year-olds to learn about their brain, and within 8 weeks, they'll be serving elders with dementia. Why? Because when you know better, you can do better.
Thank you all. Thank you so much, Tifa. So if I wrap it a little bit up in Icelandic. Hún talaði að við notum það sem að við nú þegar höfum og hún alltaf talaði ekkert bara heldur söng hún líka. Ég ætla nú ekki að fara að syngja fyrir ykkur aftur. Hún talaði að læra og muna og að heilabilun hefur áhrif á sjúklinginn og alla í kringum þá. Og þegar að þú færð Alzheimer að þá náttúrulega færðu eitthvað en þú missir líka eitthvað. En næst á dagskrá Harpa Björgvinsdóttir frá Seiglunni. Já, hún er þarna. Og hún ætlar að koma og segja okkur frá því hvaða þýðir að vera virkur í sjúkdómnum. Gjörðu svo vel. Stilla tíma. Heyrðu, já, takk fyrir að bjóða mér að koma og takk fyrir að koma all, gaman að sjá hvað þið eru mörg hérna. Ég heit sem sagt Harpa og er verkefnastjóri Seiglunar og iðjuþjálfi og ég kann ekkert á þetta. Hvað gerir ég? Gerist ekkert. Hinurinn? Já, þessi illa. Einmitt. Já, heyrðu, að greinast með heilabilun er í langflestum tilfellum mikið áfall fyrir þann sem fær greiningun og aðstandendur hans. Margar spurningar vakna og hugurinn... Ég færa með það. Og hugurinn reikar ókomna og breytta framtíðarsýn. Hvað gerum við? Hvernig getum við brugðist við á sem skynsamlegasta máta? Það enn sem komið engin lækningu í sjúkdómnum, en kannski eitthvað sem við getum gert til að hægja á framgangi sjúkdómsins? Eða jafnvel hugað að því fyrir á lífsleiðinni, hvernig við getum minnkað á áhættuna á að fá heilabilun? Og einfalda svarið já. Það ekki jákvæða fréttir að heyra að við sjálf getum haft áhrif? Bæði haft áhrif á áhættuna að fá heilabilun og ekki síst á framgang einkenna sjúkdómsins. En hvernig förum við að? Hvert getum við leitað? Hvaða aðferðum er hægt að beita? Og hvað segja rannsóknir þessa fullyrðingu? Fyrr á þessu ári gaf Lancet, eitt elsta og virtasta læknatímarit í heimi, út skýrslu nefndar sem fjallar heilabilun. Frá stofnun nefndarinnar árið 2017 hefur nefndin metið vísbendingar mögulega áhættuþætti heilabilunar. Skýrslan í ár staðfestir að mögulega er hægt að draga úr áhættu á heilabilun með því að koma í veg fyrir 14 áhættuþætti yfir lífsleiðina. Og við sjáum að þeir eru taldir hér upp á glærunum. Hlutfallsleg áhrif áhættuþáttana hafa verið reiknuð og mögulega hægt að fækka framtíðartilfellum heilabilunar 45% ef komið í veg fyrir alla þessa 14 þætti. Fleiri rannsóknir hafa einnig verið gerðar, meðal annars þar sem að áhættuþættir eins og að skalla bolta í fótbolta voru skoðaðir í tengslu við líkurnar á að fá heilabilun. Og það var skosk rannsókn sem er frá 2019, fyrrverandi knattspyrnumenn, voru 3 sinnum til 5 sinnum með auknari líkur á taugarhyrnunasjúkdóm eins og heilabilun, ALS og Parkinson. Og svo það fingerrannsóknir sem við svolítið miðum af í Seiglunni, í okkar þjónustu í Seiglunni. En þetta finnsk rannsókn, stór rannsókn sem hefur verið gerð. Og hún hefur gefið til kynna að fólk sem hefur fengið greiningu á heilabilun gæti að því, ef fólk gætir að því að vera virt, passar upp á mataræði sitt og reglulegri eftirfylgd lækna, þá miklar líkur á því að hinn sami geti haft áhrif á framgang einkenna heilabilunar. En þar kom fram að þessi þættir geta hægt á vitrænni afturför 30% sem svipað og áhrifin af nýja Alzheimerslyfinu sem að því miður hefur ekki verið samþykkt hér á landi ennþá. En fyrst og fremst skiptir það gríðarlega miklu máli að leita sér aðstoðar strax ef grunur leikur á heilabilun.
og að fara ekki í feluleik með einkennin eins fyrir aðstandendum. En þeir eru ofta stór þáttur í því að fólk leita sér aðstoðar og fari í greiningu með hvatningu sinni og umhyggju. Það skiptir miklu máli að greiningin komi snemma, því fyrr sem að hún kemur er hægt að bregðast við og því betri getur árangurinn orðið og fleiri ár sem að hægt er að eiga góð. En til þess þarf að huga að þessum þáttum strax en ekki að bíða eftir að einkennin verði greinilegri. Fyrir þá sem að ekki þekkja til fingerrannsóknina þá er hún sem sagt stór rannsókn eins og ég sagði ykkur áðan frá Finnlandi. Og þar voru skoðuð áhrif næringar, félagslegra samskipta, hreyfingar, hugrænnar örvunar og stöðu hjarta og æðakerfi sjúklinga á þróun heilabilunar. Og niðurstöður rannsóknina voru þær að áhersla á næringaríka fæðu, félagslega örvun, aukna hreyfigetu, markvissa hugræna örvun og eftirlit með hjarta og æðakerfi sjúklinga getur hægt á einkennum heilabilunar. Og mér langar að segja hér að við erum í siglunni með svona 3,5 þátt af þessum 5 hjá Finger. Þannig að ég segi bara stolt frá því og það hefur gengið mjög vel hjá okkur. Svo eru það þættir þó nokkru þættir sem hafa áhrif á virkni hjá þeim sem greinst hafa með heilabilun. Og hérna eru þeir nokkrir sem eru algengir. Fyrsta sem við tökum oft eftir er frumkvæðisleysi. Og fólk finnur fyrir að aðstandendum taka eftir fyrir utan skert skammtímaminni er frumkvæðaleysi og jafnvel vandamál með jafnvægi. Tilhneiging til að einangra sig verður sterkari þar sem að frumkvæðið er minnkandi og oft kvíði og þunglindi sem fylgja einnig. Freistingin að vera bara heima, jafnvel í sófanum og horfa á sjónvarpið verður mikil en þeirri freistingu verður við að vinna gegn til að hafa áhrif á eigin líðan og framgang einkenna. Í gegnum starf mitt í sigluna hef ég orðið vör við að sumir einstaklingar sem hafa komið í viðtal til okkar telja sig vera nokkuð vel virka og hafa nóg fyrir stafni yfir daginn. En þegar ég fer svo nánar út í hvað fólk er að gera yfir daginn er þetta oft svarið. Ég vakna á morgnana, klæði mig, finn til morgumat eða maki aðstoða mig með það, borða, kíkja svo í blöðin, tölvuna eða síman. Og ég býð eftir ykkur meiru og ég spyr, er eitthvað meira sem þú gerir? Nei, þetta er svona cirka það sem ég eyði deginum í. Út frá þessu fer fólk svo einangra sig og eiga erfiðara með að hafa sig út til að hitta aðra. Það er því mikilvægt að vera vakandi fyrir þessum einkennum. Og svo er það jafnvægið. Heilabilun hefur áhrif á jafnvægi fólks. Í fyrstu getur þetta verið saklaust og fólk setur jafnvel ekki í samhengi við sjúkdóminn, en byltingarhættan er komin á listan þarna. Áttunin. Fólk getur verið statt í kunnulegu umhverfi þegar það allt í einu áttar sig á því að það ratar ekki heim eða veit ekki hvað það er. Aukna líkur á að fólk veigri sig við að fara út, eins og til dæmis í stutta göngu eða út í búð. Svo er það heyrnarskerðingin, sjónskerðing og raddbeiting, meiri hætta á einangrun, erfiðar eiga félagslegri samskipti og auðveldara að draga sig í hlé. Hlutverkamissirinn getur verið mikill líka. Þetta út af vinnumarkaði er stór hlutverkamissir og hvað gerum við eftir að við dettum út af vinnumarkaði? Og vegna frumkvæðaleysis hættir smátt og smátt að taka þátt í heimilistörfum. Og þar koma aðstandendur sterkir inn að gefa ekki eftir, að fara ekki á ofþjónusta og ekki taka af færnina sem að fólk hefur þó að vanti hvatninguna. Og svo bara hversu virkur einstaklingurinn var fyrir greiningu spila líka stóran þátt. Ef fólk hefur alltaf verið virt í samfélaginu að þá dregur vonandi hægara úr því sem að þau draga sig í hlé. Það hefur eins mjög vel að nota iðjuna og áhugasviðið til þjálfunar og er það til dæmis sú hugmyndafræði sem að við í siglunu störfum eftir og segi stolt frá því verandi iðjuþjálfi að hugmyndafræðin smellpassar eins og flís fyrir rass við þá þætti sem nauðsynlegir eru til að hafa áhrif á framgang sjúkdómsins. Hver og einn þarf að finna sína leiðir sem að hann kýs að nota til þjálfunar því ef okkur er sett upp verkefni og þjálfunaráætlun sem okkur finnst hrútleiðinleg er lítil sem engin hætta á að við munum framfylgja því. Hver kannast til dæmis ekki við að hafa verið styrktaraðilar líkamsræktarstöðva
og hafa sig svo jafnvel ekki til að mæta því okkur finnst það bara ekki skemmtilegt. Við þurfum því að hugsa hvert og eitt út frá okkur hvaða leiðir við kjósum að nota til þjálfunar og er okkur hvatning til að vera virk áfram. Manneskja sem hefur unnin af náttúrunni getur til dæmis nota listaverki sem að íslenska náttúran til að örva sig og að þjálfa. Hugsa garðinn, fara í fjallgöngur eða göngutúr. Ekki endilega til að strauja áfram og leipa púlsinum, þó það sé gott líka. Heldur nota göngutúrin til blans við að hressa sig við og í leiðinni að örva skilningarvitin. Finna lyktina, snerta, virða fyrir sér umhverfið, hlusta eftir hljóðum, jafnvel að bragða berjónum sem við sjáum í hlíðinni og fleira. Og hver svo ávinningurinn að þessu brölti í náttúrunni og annað? Alveg bullandi líkamleg þjálfun og hugræn örfun á sér stað, svo ekki sé minnst á vellíðaninn sem að göngutúrin skilur eftir sig þegar heim komið. Taktu með þig vin eða farðu með gönguhóp í gönguna og þú ert búin að bæta við þjálfunina, félagslegum samskiptum, beitingu raddar, svo lengi sem þið þegið ekki saman í göngutúrnum. Já, svo hérna nokkur svona úrræði sem að ég hef búin að pota eitt blað sem alveg gríðarlega mikil lesning, en góði punktar, þó ég segi sjálf frá. Það til dæmis hvernig getum við þjálfað jafnvægið okkar ef við erum heima og erum ekki mikið fyrir að fara kannski í líkamsrækt eða innan hóp að gera þjálfun, að þá ógrynni af jafnvægisþjálfunum inn á YouTube og margar hverjar á íslensku. Félagsskap. Ekki hætta að sækja þann félagsskap sem þið eru vön að sækja. Fáðu ykkur til að styðja þig áfram. Sækja þig, fara með þér, bara ekki hætta. Haltu áfram í kórnum, haltu áfram í Kívanes, haltu áfram í því sem að þú hefur verið í þó sitt komið greiningu á heilabilum. Bara ekki hætta. Gerðu allt til að svefnin raskist ekki. Reyndu að hafa góða rútínu á svefninum, hlustaðu hugleyslu til að róa hugan ef hann vill fara út víðan völl. Gerðu slökunaræfingar til að koma að róa hugan og líkama, prófaðu jóga nýtra og athuga hvort að þær aðferðir gagnast þér ekki inn í góðan svefn. Hvaða félagsstarf í nærumhverfinu þínu? Eitthvað þar sem getur nýttir? Getur kannski heimsóknarvinur Rauða krossins komið að góða notum? Eða einhver þjónustæði þínu bæjarfélag sem getur nýst þér vel eins og til dæmis félagslegt innlit? Nota sjónrænt skipulag og skoða hvort að þú getur nota sólarhringsklukku með áminningu eða jafnvel bæði til að sýna ykkur klukkuna eftir. Hafðu skrifað áberandi stað, heima, nafn og símanúmer þess sem þú getur hringt í eða þú ert óöruggur eða þarft aðstoð. Notaðu heimilisstörfin sem virka þjálfun. Ekki hætta því sem þú ert vön eða vanur að gera. Færnin fljót að fara ef við viðheldum en ekki. Einfaldaðu skipulagið heima. Settu smá hlutir sem þú nota mikið alla á sama stað, til dæmis í körfu, síman og lyklana og þetta allt saman. Teldu, gerðu krossgátur, leystu orðagátur, spilaðu við fjölskylduna eða bara eitthvað til að örva hugan. Bara gættu að því að verkefni séu krefjandi. Og notaðu app í síma og spjaldtölvu eins og til dæmis Lumosity sem sérstakt app og forrit fyrir fólk með heilabilun. Mæli með að fólk kynni sig það. Skoðaðu umhverfið þitt með tilliti til slysahættu. Einhverjar hættur á heimilinu sem væri hægt að fjarlægja eða laga? Tækjamálin og flókin? Og athuga með einfalda hlutina og fáðu aðstoð við að einfalda hlutina. Það bara aðeins að sýna ykkur sjónrænt skipulag. Þetta kannski einstaklingur sem að þarf gott skipulag og það svolítið mikið að þáttum þarna inni. Og ég set inn þarna máltíðir yfir daginn því að sumir eiga svolítið erfiðara með að muna eftir að borða og næra sig og vökva sig. En ég mæla alltaf með fyrir þá sem eru hættir að vinna og eru kannski búin að vera heima í einhver tíma að hafa sjónrænt skipulag til þess að vita sirka þetta dagurinn í dag, svona ætla ég að hafa hann og þetta verður bara sett upp með þeim sem ætlar að fara eftir þessu. Við getum aldrei sett upp sjónrænt skipulag fyrir eitthvað á þess að vera í samráði við hann. Svo auðvitað hægt að setja þarna inn læknatíma og taka inn lyfin og fleira.
Og gott að gera eins mikið af þessum athöfnum sem þarna inni og þú getur og finnst skemmtilegt. Ef þið finnst verkefninu erfið eða þau eru ekki að heilla þig, gott að finna önnur verkefni sem virka betur fyrir þig. Og ef verkefninu eru erfið vegna sjúkdómsins, þá er betra að gera lítið í einu en að sleppa því alveg. Hérna setti ég bara upp svona einfaldra skipulag sem bara 1 dagur í einu og svo er hægt að búta þetta alltaf meira og meira niður, bara eftir hvernig þarfir fólksins eru. Þetta er svo sólarhringsklukkan sem ég talaði við ykkur með áminningu, það eru kannski margir hérna inni sem þekkja hana. En þessi klukka segir náttúrulega til tíman og hvaða dagur er, en einnig líka hvaða tímabildags er. Morgun, hádegi, kvöld, nótt, fyrir þá kannski sem eru farnir að fá smá dæguvillu. Þá er gott að geta verið búin að venja sig á þessa klukku. En hérna til hliðar, já, hvernig ger ég það? Er það þessi hérna? Þessi hérna. Þetta er svona áminningar og sjónrænt skipulag og klukkan pípir á þig og lætur þig vita að það sé komið hérna að einhver og þá kemur á skjáinn stórt letur hvað er næsta dagskrá. Já, en hvað getur svo gert til að aðstoða þann sem að var að greinast með heilabilun? Aðstandendur og vinir. Númer 1 og 3. Ekki gera ekki neitt. Haltu áfram þeim tengslum sem að þið hafið. Þegar róðurinn tengist hjá þeim veika, hvetið áfram og við minnka frumkvæði meiri hvatning frá ykkur. Það er líka mikilvægt að hafa í huga að ferli í heilabilun er svo miklu meira en bara lokastig sjúkdómsins. Við erum búin að verða svolítið var við það í seiglunni að fólk gleymir því að þetta ferli er langt og það byrjar ekki á lokastiginu. Við byrjum bara á því að geta lifa lífinu ósköp eðlilega eins og við höfum gert hingað til. Þangað til að róðunum fer kannski að verða aðeins erfiðari. Margir sem yngri eru halda áfram vinnu sinni með kannski aðeins breyttu sniði, lifa sínu lífi áfram en kannski með aðeins meira utanumhaldi en venjulega og því engin ástæða til að minnka eða hætta eðlilegum samskiptum. Einstaklingurinn er ennþá sá sem hann hefur alltaf verið. Hann á kannski bara erfiðara með að tjá sig með það. En þið rifjið upp gamla stundir, skoðu myndir saman, farið á gamla slóðir eða notið jafnvel Google Maps til að skoða gamla slóðir. Þá er nokkuð víst að þið fáið jákvæð viðbrögð alveg sama á hvaða stigi viðkomandi er í sínum sjúkdómi. Þó einstaklingurinn geti kannski ekki tjáð sig með orðum, að þó sýnir hann mjög sennilega svipbrigði og samtalið og samveran skilja eftir veljan inn í daginn þó þau muni kannski ekki endilega hvað samtalið var. Og svo bara lokum hérna, vildi bara setja upp tengilega upplýsingarnar okkar hjá seiglunni og Alzheimer-samtökunum. Og við í seiglunni erum með opið frá 3:30 til 3:30 alla daga, eða mánudaga til 50 daga og 8:30 til 12 á föstudögum. Og við erum með heimasíðu inn á alzheimer.is og þar er alveg ógrynni af upplýsingum bæði inn á Alzheimer síðunni og okkar hluta af síðunni. Takk fyrir mig. Hversu frábært er það að eiga svona úrræði eins og seigluna? Og ég hefði svo sannarlega viljað að móðir mín hefði fengið að njóta þess. En þannig getum við líka séð að það að við séum meðvituð og það sé framþróun í þessum verkefnum skiptir okkur gríðarlega miklu máli. En næst mun María K. Jónsdóttir, sérfræðingur í klínískri taugasálfræði, ræða við okkur heila hreysti. Við erum alltaf að læra eitthvað nýtt. Hafið þið heyrt heila hreysti? Nú erum við að fara að læra eitthvað. Gjörðu svo vel. Nú er það vandamáli með gleraugun, þið vitið. Á ég að hafa það á mér eða ekki? Þannig að ég þarf aðeins að finna út úr þessu, Já, ég þakka fyrir boðið og til hamingju með daginn. Kannski aðeins misfarist með innihald, en það er allt í lagi, vonandi lærið eitthvað, þó ég ætla ekki að tala beint heilahreysti eða hvernig við getum þjálfað okkur.
En ég fagna vissulega þessu umræðuefni vegna þess að það hefur ekki alltaf verið vilji til þess að líta á eða tala mikið forvarnir við heilabilun. Það eins og menn hafi verið svona mjög fatalískir og tala að þetta væri óhjákvæmilegt og maður sér eiginlega það viðhorf ennþá. Það væri hægt að koma í veg fyrir hjartasjúkdóma, æðasjúkdóma, en það væri voðalega lítið hægt að gera fyrir heilan. Og menn hafa náttúrulega skrifað heilan lengi og Cicero skrifað hann og menn hafa haft mismiklar væntingar og þar fram eftir göttunum. Benjamin Franklin, hann sagði réttilega, öll viljum við eiga góð, hann sagði, við viljum öll lifa lengi en við viljum samt ekki verða gömul. Og það nær þessu nú kannski bara býsna vel. Og við viljum öll eiga góð efri ár og þau byggjum við eiginlega bara upp frá getnaði. Og menn hafa í gegnum tíðina verið mjög misjafnlega bjartsýnir á það hvað við gætum gert og hvernig okkur gæti farnast þegar við eldumst. Og nú þegar ég að verða löggiltur eldri borgari í lok árs, að þá mér þetta orðið mjög hugleikið. Samt aldrei skrítið að segja þetta löggiltur. I.K. Hall var uppi á 19. öld og reynda fram á 20. öldina og var spænskur taugavísindamaður og menn tala hann sem upphafsmann taugavísinda. Hann fékk Nóbelsverðlaunin og rannsakaði, hann var vefjafræðingur og rannsakaði heilan á taugafrumu level, hann var að rannsaka taugafrumur. Og hann trúði einlæglega á það að það mætti breyta heilanum og að hvert okkar gæti mótað heilan væri það vilji okkar. Og hann talar fimleika taugafrumna, það náttúrulega var alltaf að tala bara karlmenn, augljóslega. Hann talar að karlmenn sem væri stunduði continued mental exercise sem þó að hugsa að þeir gætu breytt sínum heila í jákvæða átt. Freud var ekki eins bjartsýnn eins og sjáum á myndinni. Hann var mjög svartsýnn á það að það væri bara nokkuð skapaðan hlut hægt að gera og hann taldi, hann var 49 ára þegar hann skrifaði þetta, svo var hann gamall maður, hann var held ég hátt í nýra, 84 ára kannski. Og hann sagði 50 þá skortir alla jafn á sveigjanleika í hugarstarfi sem nauðsynlegur til þess að læra nýja hluti og hann stundaði sálgreiningu þar sem fólk þurfti að fara í gegnum flókna hluti en greinilega hafði hann ekki trú á fólki eftir miðjan aldur í þetta. Og þannig að hann hefur haft litla trú á því að við getum elst á farsælegan hátt. Nú ætlum ég að setja klukkuna hér. Á sama tíma og Freud skrifaði sína neikvæðu sýn eða lífssýn, þá var þessi taugalæknir, Frederick Tilney, að skrifa og hafði uppi miklu nýtískulegra viðhorf. Og þarna þetta nú bara í minni þýðingu, ég biðst afsökunar þetta eitthvað klúðurslegt. En hann segir, allar öfgar lífsins sem leggjast of þungt á heilan, sá fræjum sjúkdóma og undirbúa jarðveginn fyrir sjúklega breytingar. Og við vitum að þetta hárrétt. Þannig hann bara að tala forvarnir, ef við lifum fallega og vel og hugsum heilsuna, að þá má leiðrétta þessar misskilningar og þannig getum við hugað að heila hreysti. Og maður velti fyrir sér á hverju menn hafa svona ólíka sýn. Og menn hafa kannski ekki sömu gögnin, ég meina þetta eins og menn virðast hafa sömu gögnin í stjórnmálum en menn alltaf ósamála. Í þessu voru menn líka ósamála en höfðu þeir ekki sömu gögnin. En það gæti verið, það viðhorf til öldrunar hefur náttúrulega verið misjafnt og kannski fer það eftir því hvers konar
aldraða þú hefur umgengist, af því að við vitum að breytileikin eykst og það dregur í sundur með fólki þegar við eldumst. Þannig að ég veit það ekki, ég veit ekki hver skýringin er. Og þessi andstæðu sjónarmið, þau héldu áfram langt fram eftir 20. öldinni. Og Marianne Diamond dó 2017, hún var alveg stórkostleg kona og hún kenndi taugaanatómíu í Berkeley í Kaliforníu og rannsakaði heilan og hvernig hann breyttist og gæti breyst með svona breytt öðruvísu umhverfi. Þannig að hún rannsakaði mýs sem bjuggu við ólíkar aðstæður. Mýs sem áttu fullt af vinum, skemmtilegt umhverfi, fullt af dóti og svo voru svona einstæðingar. Og svo fórnaði hún þeim og það mikilvægt að taka það fram að þetta voru fullþroska rottur með fullþroska heila. Þessar hérna, þar sýndu mikla breytingar í heilanu, þykkari heilabörk, fleiri æðar sem þýðir betri starfsemi og svo framvegis. Þessi grey voru ekki eins vel settar. Og hún fer og kynnir þetta á ráðstefnu og þá stendur upp karlmaður sem segir Young lady, the brain does not change. Og þetta var 1960. Þannig að það eru 65 ár síðan. Og enn þann dag í dag sér maður stundum þetta viðhorf, alls ekki þessu mæli, en það er svona eins og fólk haldi að við fæðumst með einhvern ákveðin strúktúr sem verður þroski í barnæsku, frumbernsku og síðan er eins og ske ekkert meir. Sem getur náttúrulega bara ekki staðist vegna þess að við vitum það að á langri ævi þá lærum við alltaf nýja hluti og það hlýtur að skila sér í einhvers konar breytingu í heila strúktúr, heila starfsemi og skipulagi. Og það er til fullt af rannsóknum sem sýna fram á þetta. Það er til rannsóknir af eldra fólki sem er látið stunda líkamsþjálfun sem reynir verulega á hjartaæðakerfið þannig að þau fá pumpa upp púlsinum og að það hægt að stækka ákveðna hluta heilans. Það verður nýmyndun taugafrumna og svo framvegis. Þessi rannsókn er mjög fræg og einhvern tímann því ég var byrju hvað ég er að gera? Byrju nú við. Nú er ég bara komin í einhverja vitleysu. Einhvern tímann þegar ég var í leigubíl í London og leigubílstjórinn komst að því að ég væri taugasálfræðingur, þá fór hann að segja mér frá þessari rannsókn sem var gerð á leigubílstjórum í London og þau þurftu að undirgangast þetta mjög svo flókna próf, þau þurftu að læra bara alla götur, hvar var einstefna og svo framvegis, gátu ekki treyst á GPS. Og síðan var skoðaður stærð drekans sem hefur með minna að gera og sérstaklega aftari hluti drekans sem tengist í að rata og eftir því sem hún vannst lengur sem leigubílstjóri og stækka hann. Þannig að það er náttúrulega auðvitað hægt að hafa áhrif á heilan. Við erum að taka háskólapróf, ég tók doktorspróf því ég var náttúrulega fullorðin, heilin var ekki óbreytanlegur, við lærum í tungumál og gerum allt mögulegt. Já, og þessi mynd kom áðan og ég ætla ekki að fara í gegnum þessa áhættuþætti, en ég ætla bara að segja það að fyrsta útgáfa af þessari grein kom út 2011 minnir mig, kannski er ruglað saman með annað, en hún kom allavega út 2017, hún kom út 2017 fyrsta sinn, svo 2020 og svo aftur núna. Og áhættuþættirnir eru svo sem óskup svipaðir, menntun sem verndandi þáttur hefur dottið úr 7% niður í 5%, en þetta er eiginlega alltaf sama sem er búið að fara í hér. Nú fékk þessi grein athygli fjölmiðla sem hún fékk ekki áður og ég held að það tengist eftir vill breyttum tíðaranda sem er náttúrulega mjög gott og lofsvert. Vegna þess að þegar ég byrjaði að vinna í þessum bransa fyrir mörgum áratugum bara,
30 árum eða svo, kannski meira, að þá var ekki talað forvarnir fyrir heilabilun. En það sem ég vil vekja athygli á er að hérna tala sem sagt, barnæsku, midlife eða sem sagt, fullorðinsár, yngri fullorðinsár og svo hérna þegar þú ert orðin eldri. Og áhættuþættirnir raðast þarna upp á misjafnan hátt. Og taki eftir því að heyrnarskerðing, hún kemur inn þannig að fyrr heldur hún gerði held ég í síðustu útgáfu og þetta ofboðslega flókið samspil á milli áhættuþátta. Og ég held til dæmis að félagsleg samskipti, þau skipta svo miklu máli hér á efri árum að þá fólk hætti að vinna. Men þess að þú færir náttúrulega oft félagslegu samskiptin þegar þú ert að vinna og ert í skóla. Þannig að það þarf að huga að þessu líka í þessu samhengi. Síðan er náttúrulega eins og hefur komið fram að það er ekki nóg að huga þessu svo fær það alls ekki heilabilun. Það er ekki þannig. En þetta eru þessir áhættuþættir sem við getum haft áhrif á. Og ég ætla líka að benda ykkur á þessa grein sem var 2011, nú sé ég ekki alveg að þetta stendur, að það er bara verið að tala þetta að við getum minnkað áhættuna verulega, þannig að þessi umræða er ekkert alveg ný. Ég kann ekki að fara í rétta átt. Jæja, fleiri góða fréttir. Nú erum við búin að nefna þessa áhættuþætti. Og við verðum að hafa í huga þó að einstaklingur sé ekki greindur með Alzheimer heilabilun, hafi ekki minniskerðingu eða önnur einkenni sem hamla í daglegu lífi, þá geta engu að síður verið komnar mikla breytingar í heilan. Og þannig að við vitum líka, og það hafa krufningarannsóknir sýnt, að fólk getur látist með miklar breytingar í heila án þess að vera með klíníska greiningu heilabilunar. Og við vitum að einn getur dáið með mikla breytingar í heila án þess að hafa haft einkenni og annar getur haft minni breytingar í heila og haft mikil einkenni. Þannig að það er ekki beint samband milli sjúkdómsmerkja í heila og einkenna. Það er eitthvað þarna sem kemur inn á milli. Og það er þetta sem hefur verið kallað heilaforði. Og á stundum eiginlega skýra allt, en það er líka hugtak sem er mjög gagnlegt. Og hérna kemur mynd sem sést eiginlega á öllum ráðstefnum. Hvað á ég mikinn tíma eftir? 7 mínútur. Ha? Já, ég var að tala miklu hraðar. En hérna er mynd sem sést eiginlega á öllum ráðstefnum. Og hún er þessi sem á að gera grein fyrir þessu sambandi milli hugræns forða og sem sagt hvenær sjúkdómur greinist. Og hún sýnir það að sá sem hefur mikinn hugrænan forða, til dæmis á formi mikilla menntunar og góðrar heilsur, alltaf hugsa vel heilan sinn, hann greinir seinna af því að hann hefur meira viðumnám. Greinir seinna en svo versnar hann kannski hraðar. Sá sem hefur lítinn forða, hann greinist fyrr og fer svona, já, það er kannski öðruvísi sjúkdómsgangur. Og þetta hefur verið mjög gagnlegt til þess að gera svona grein fyrir því hvernig mismunandi fólki farnast að taka á þessum sjúkdómi. Hér er svo hin myndin sem er líka á öllum ráðstefnum og þegar við ræðum heilabilun að þá er mikilvægt að muna þetta breytingarna byrja kannski 20 árum áður en sjúkdómurinn er greindur klínist. Þannig að hérna er náttúrulega ofsalega mikill tími sem við höfum til þess að taka á öllum þessum áhættuþáttum og það er kannski þess vegna sem lyfin virka bara alls ekki af því það byrjar allt og seint að gera rannsóknir á fólki, pröfa ný lyf og gefa lyf. En það er svo kannski önnur saga, en allavega það er enga skyndilausnir þegar við erum að tala heilabilun. Hérna í þessari grein sem er alveg gríðarlega góð, finnst mér, og ég læt alltaf nemanna mínu sálfræði lesa,
cognitive health eða hugræn heilsa byrjar við getnað. Og það bara, þetta ósköp svipað og Lancet-greinin, það verður bara að taka á því að þetta sé lífstílsverkefni, lífstíðarverkefni sem byrji við getnað. Og leið finnst mér, þetta náttúrulega mikið lýðheilsuverkefni og pólitískt verkefni. Hvernig ætlum við að hugsa börn? Hvað ætlum við að gera við börn sem fara úr skóla? Hvernig ætlum við að styðja barnafjölskyldur og ekki láta mig fara lengra með þetta efni. Það hægt að tala sér mjög heitan þetta. Og þeir tala hérna það að þetta sé ekki öldrunarsjúkdómur, heldur, hvernig orðaðu það? Ævilangt sjúkdómsferli. Og þetta bara svona ný sýn á heilabilun. Og við eigum rannsóknir í Íslandi sem sýna þetta. Að stærð eða fæðingarþyngd og þar með kannski stærri heili við fæðingu, hann hefur tengsl við líkur á heilabilun 70 ára seinna en einungis hjá þeim sem hafa litla menntun. Þannig að þeir sem hafa mikla menntun þá potast þeir upp í hugrænum forða og eiga ennþá séns í að koma í veg fyrir heilabilun. Amerískar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl við fátæktari æsku, við heilaþroska. Þetta allt stór og mikil mál sem þarf að taka á strax í æsku. Þetta ekki bara fyrir eldra fólk að hugsa. Já, í kjölfarið á allri þessari umræðu þá núna mælt með heilsu göngudeildum til viðbótar við þessa venjulegu starfsemi á minnismóttökum. Ég sting því bara inn, þetta úr Lancet. Já, ég held að okkur sé öllum hollt að hugsa væntingar okkar til þess að eldast og eins og ég sagði áðan, nú þegar ég að eldast, þá hugsa ég mjög mikið þetta. Og ég vil verða mamma Ölmu Möller og kannski þessi hér líka. Og hvert viðhorfið? Það til rannsóknir sem sýna það að viðhorf til öldrunar hefur áhrif á öldrun. Þannig að ég hef jákvætt viðhorf og seiglu og allt þetta. Þannig að kemur ekkert allt fram í Lancet-greininni. Þar kemur ekki fram svefn, persónuleika þættir og annað sem skiptir máli. Og ég held að við kannski hinn þurfum líka að huga við hverju búist við af aldraða fólkinu. Það eðlilegt að tapa minni þú ert 70? Nei, það það ekki. Ekki að vera allt of mikið. Það kannski upp á einhverju marki. Í ljósi þeirra byrði sem heilabilunarsjúkdómar eru, þá það mikið forgangsmál finnst mér að það þarf að fræða almenning þetta. Að þetta hefja strax í byrjun og yfirvöld, stjórnvöld þurfa að vera með í þessum leik. Og hérna rannsókn sem við gerðum hér á Íslandi, ég stóð fyrir, með styrk frá Alzheimer-samtökum, takk fyrir það. Og þar kom í ljós að 50% af þessum 800 og eitthvað manns sem tóku þá, töldu að það væri eitthvað hægt að gera til að hindra eða koma í veg fyrir heilabilun eða seinkunni. Einungis 8% þekktu mikilvægi menntunar sem verndandi þáttar. Samt þarna heilbrigðismennta fólk. Ég hafði náttúrulega ekki aðgang að persónugreinanlegum gögnum, en það voru einhverjir læknar, sjúkraþjálfarar, sálfræðingar og fleiri sem tóku þátt. Þannig að það þarf örugglega meiri menntun á þessu sviði. Fleira ætla ég ekki að segja, nema hvað að þetta langhlaup. Og þetta ekkert sem verður græjað með sudoku á hverjum degi eða með því að fara í apóteki og kaupa, ég man ekki hvað þessar pillur heita. Ég hef gert mig að fífli í apótekum fyrir að spyrja hvort þetta seljist og hvort það sé ekki betra að mæla með eitthvað öðru heldur en þessu pillum sem allt of dýrar. En það verður að hafa það. En þetta langhlaup og ég ætla líka aftur bara að benda á þetta. Þetta ekki ný umræða. Þetta umræða þetta sem var kallað senil dementia einu sinni, að því að maður töldu að það væri öðruvísi heldur en Alzheimer, kannski að þetta væri
þetta mental health, senile dementia og þetta er frá 1959 þar sem við verðum að tala forvarnir. Takk fyrir. Fór ég yfir tímann? Nei, þetta var bara akkurat eins og þetta var að vera. Nú ætlum við að taka okkur smávegis hlé, 15 mínútur og svo komum við tilbaka og þá býður okkur alveg heilmikið skemmtilegt, skal ég lofa ykkur.
Jæja, ég ætla að biðja ykkur að taka sæti. Sæl aftur og velkomin. Næst á dagskrá hjá okkur Magnús Karl Magnússon, en hann ætlar að veita styrki úr minningarsjóði Eljar Katrínar. Gjörðu svo vel. Kæru vinir, og ég að horfa hérna sérstaklega yfir til Ragnheiðar og Gulla og þeim sem standa í forsvari fyrir Alzheimer-samtökin. Mér þykir alveg óskaplega vænt þessi samtök og ég ætla að byrja á því að biðja ykkur að klappa fyrir samtökunum. Eiginkona mín, hún Elli, hún var frumkvöðul. Hún greindist með þennan sjúkdóm fyrir 8 árum síðan og tók þetta óvenjulega skref á þeim tíma að standa upp og tala um sjúkdóm og það breytti öllu fyrir okkur fjölskylduna. Ég held að það hafi breytt miklu fyrir marga en ég ekki í vafa um það breytti miklu fyrir okkur. Það hjálpaði fólki að sýna okkur skilning og ást og stuðning en á sama tíma held ég að hjálpa öðrum í samfélaginu. Sjúkdómurinn gekk sinn gang og Elli dó núna í byrjun júní og í kjölfarið vissum við ekki alveg hvað við ættum að gera en góður vinur minn stakk upp að ég myndi stofna minningarsjóð Elli. Og í kjölfarið stofnaði við minningarsjóð Eljar Katrínar og ég finnst afsökunar maður svolítið sentimental þegar maður talar um þetta. Þessi hugmynd vaknaði hjá vini mínum þegar hann ætlaði að hugsa hvað hægt væri að gera til að minnast Eljar og þá einhvern veginn kom þetta í hugan á honum og hann talaði við mig og ég talaði við systur mína, hann Ásdísi. Þannig að við þrjú bara fórum af stað og stofnuðum sjóðinn og síðan gerðist þessi dásamlegi hlutur og við fundum stuðning alls staðar. Sumarið við farið í það að safna peningum til þess að geta formlega stofna svona sjóð og síðustu helgi hefði Elli orðið 60 og okkur tókst að stofna minningarsjóðin formlega á þeim degi. Þannig að, og við kölluðum saman nýskipaða stjórn sem þarna talin upp. Það Engilbert, vinur minn, sem að koma að stofnuninni. Hann einnig prófessor í geðlækningum, þannig að hann þekkir fræðasviðið vel. Ásdís systir, Ingibjörg dóttir mín, Steinunn Þórðardóttir sem þið þekkið flest, öldrunarlæknir og sérfræðingur á sviði heilabilunarsjúkdóma. Ég þarna og svo vildum við klárlega hafa tengsl við Alzheimer-samtökin og Ragnheiður stakk upp á því að Vilborg, mín góða vinkona, kæmi inn sem fulltrúi Alzheimer-samtakanna. Og á fyrsta fundinum þá vorum við að hugsa hvernig skipulegum okkur fyrir næsta ár til að geta farið að afhenda styrki, en þá rann það upp fyrir okkur, af hverju gerum við þetta ekki bara strax? Og höfðum samband við Alzheimer-samtökin og þau leyfðu okkur að koma hérna í dag, þannig með litlum fyrir að við ákváðum strax að veita 2 styrki úr minningarsjóðnum. Ég ætla þá að byrja á að kalla hingað upp vini okkar og fólk sem okkur þykir óskaplega vænt það fjölskylda, Stefán Hrafnkelsson og fjölskylda. Þau eru hérna. Ég beða þau að standa hérna meðan ég les örlitla lofræðu þau. Þið sjáu hérna þessa fallegu fjölskyldu, en þessi fjölskylda miklu stærri. Þarna eru systkini Stefáns sem hafa verið miklir bakhjarlar, fleiri fjölskyldur með meðlimir, makar og barnabörn. Stefán greindist með Alzheimer-sjúkdóm í blóma lífsins, en fjölskyldan hefur einstaklega samhent og hefur á fallegan hátt vakið athygli á sjúkdómnum og styrkt Alzheimer-samtökin með að stunda hlaup saman.
Þegar var margoft tekið þátt í Reykjavíkurmaraþoni undir kjörorðinu gleymum ekki gleðinni. Og það er kannski akkúrat þetta viðhorf sem hefur lýst í gegnum allt þeirra svona viðmót við þessum sjúkdómi og hvernig þau hafa tekist á við hann. Þessi samheldni og jákvæðna sýn og lífi sem þau hafa sýnt í krefjandi aðstæðum hjálpar öðrum að sjá líf einstaklinga með heilabilun og aðstandu þeirra í jákvæðara ljósi. Þetta var líka hlutur sem var Ellý mjög mikilvægt og sem fannst okkur mjög viðeigandi að þessi frábæra fjölskylda yrði aðnjótandi að fá fyrsta styrkinn úr minningasjóðnum. Hann er kannski einhverju leyti táknrænn en hann er líka táknrænn fyrir það að fjölskyldan ákvað að láta styrkinn renna til Seiglunar, þessara yndislegu en þið vitið öll hvað Seiglan er, þannig ég ætla ekki að segja ykkur það en ég ætla að óska þeim til hamingju og byttu nú við og ég veit ekki af hverjum af þessu fallega fólki á að afhenda blómin, er það ekki viðeigandi að Stefán fái blómin og við Anna Ólafía að fá umslagið og ég ætla bara að fá að skuttur öllu til hamingju. Og svo vorum við einn styrki viðbót sem að þegar minningasjóðurinn fór að tala saman hvað við ættum að gera, þá allt í einu myndist einhver á heilabilunaskrána. Og þá mundum við það öll að þetta er eitt af þessum verkefnum sem við lengi legið fyrir og er grundvallarverkefni til þess að við öll getum skilið sjúkdóminn, hvernig við getum stundar rannsóknir og fengið þannig framfærir. En líka hvernig við getum skipulagt þjónustu við alla. Þannig að þetta tæki, heilabilunaskráin, er grundvallartæki sem að ég held að okkar samfélag sem brennur fyrir það að heilabilun fái þá athygli og það sem að hún á skilið. Þetta er tæki sem hjálpar okkur við það. Helga Eyjólfsdóttir, yfirlæknir og öldrunarlæknir á Landspítalanum, ég ætla að biðja þig að koma hérna. Eins og ég sagði þá er heilabilunaskráin forsenda þess að hægt sé að fá yfirsýn yfir nýgengi og algengi heilabilunasjúkdóma hér á landi. Slík skrá er því ómetanleg við frekari stefnumótun í málaflokknum og síðast en ekki síst verður grundvöllur margs konar rannsókna. Skráin mun nýta sjúklingum, aðstandendum og raunar samfélaginu í heild með margvíslegum hætti. Skránni er lýst í aðgerðaráætlun þjónustu við einstaklinga með heilabilun sem unnið var fyrir heilbrigðisráðuneytið. Og Helga Eyjólfsdóttir hefur haft frumkvæðið þarna, hún hefur reynslu af slíkum skrám í Svíþjóð og ég held við getum ekki haft betri einstakling í brúnni við þetta verkefni og það er okkur mikill heiður að fá að afhenda Helgu þennan styrk frá minningasjóði Elía Katrínar og með vonum það að þetta veitist verkefninu spyr undir báða vengi. Ég geymdi blómunum. Takk okkur öll fyrir og sjáumst að ári. Takk fyrir mig. Við þökkum Magnúsi kærlega vel. Já, að sjálfsögðu máttum það. Mér langaði bara örstutt að þakka kærlega fyrir hennan góða styrk og hann verður vel nýttur. Takk kærlega fyrir. Þetta var nefnilega smá óvissu ferð fyrir okkur. Við vissum ekki alveg hvernig þetta myndi vera allt saman. Þetta er mjög skemmtilegt. Takk kærlega fyrir þetta, Magnús. Næst á dagskrá eru Páll og Stefanía frá Seiglunni og þau ætla að segja okkur frá skokkhópnum Munum leiðina. Gjörðu þið svo vel. Góðan daginn. Ég langar bara að byrja á að segja að það er mikil heiður að fá að tala
fyrir ykkur og vil þakka Sibbu sérstaklega fyrir að bjóða okkur að koma og halda þetta erindi. En þetta er hann Páll Eggert Ólafsson og ég er Stefán Eyþórsdóttir og við ætlum að segja ykkur aðeins frá hreyfingu sem við stundum í seglunni og skokkhópnum sem við byrjuðum með, sem við skýrðum mun leiðina. Segjum að sé þessi takki. Já. Herru, ég er íþróttafræðingur og ég ætla að byrja að láta alla hreyfa sig. En þið megið sitja, það eru allir nýbúin að standa upp. Við ætlum bara að byrja aðeins að teygja úr okkur. Aðeins. Þetta er svo gott. Aðeins hérna snúið upp á hrygginn. Sigurum einn. Og hreyfum svo aðeins hérna ökklana. Þið getið báða í einu, ég get annan í einu. Glæsilegt. Þá erum við vel vakandi. Já, eins og Harpa benti á hérna áðan þá sýndu niðurstöður fingerrannsóknunar að líkamleg þjálfun auk annarra þátta geti hægt á einkennum heilabilunar. Hreyfing er öllum mikilvæg og ekki síst eldra fólki en hreyfing getur haft jákvæð áhrif á ferli öldrunar. Eldra fólki er sérstaklega mikilvægt að varðveita vöðvamassa og vöðvastyrk og stunda jafnvægisþjálfun sem forvörn gegn byltum. Þessar upplýsingar eru hérna koma frá heimasíðu landlæknis. Alma Möller fór í gegnum þetta fyrir í dag. En ég ætla ekkert að lesa þetta upp fyrir ykkur eitthvað sérstaklega. Við vitum þetta öll. Já. Í seglunni bjóðum við upp á ýmiss konar hreyfingu, bæði eftir því hvað einstaklingar óska eftir og líka til að mæta þörfum hvers og eins, því allir geta eitthvað. Við förum meðal annars í göngur, borðtennis, stólaleikfimi, jóga, ræktina, inni- og útisport eftir því hvernig veður er, útihlaup, dans eins og samkvæmisdans, salsa og línudans, golf og boccia. Hversu skemmtileg vinna? Í febrúar þessu ári prófum við að spurja hvort það væri ekki einhver sem vildi koma að hlaupa. Auðvitað. Í byrjun fékk ég 2 vaska menn með mér og stefnum tekin á að hlaupa 2 sinnum í viku. Þarna var ég sjálf í besta hlaupaforminu mínu. En á fyrstu hlaupaæfingunni vorum við, ég 37 ára, 167 ára og 180 ára fórum út að hlaupa og þeir stungum af. Svo bætti í og fleiri fóru að vilja hlaupa með, auðvitað, af því að þau sáu hvað við vorum ótrúlega dugleg. Þegar nær dró sumri fórum við að spyrjast fyrir hvort þau væru til í að fara í Reykjavíkurmaraþonu með okkur. Það er einhvern veginn alveg sama hvað vitleysu ég reyna að draga því. Þau eru alltaf til. En úr varð að við fórum 23 úr seglunni í Reykjavíkurmaraþonið, ýmist þjónustuþegar, starfsmenn eða sjálfboðaliðar og þá er ótalið með aðstandendur. En ég reyndi að telja og við vorum þá 40. Gjör svo vel. Já. Góðan daginn. Ég heiti Páll Eggert Ólafsson, ég er 68 ára. Ég er vélfræðingur að mennt og þjónustuþegi seglunar og árið 2022 þá greinist ég með Alzheimer. En nokkrum árum áður þá hafði ég tekið þátt í rannsókn hjá Íslenskri erfðagreiningu sem gaf til kynna að ég væri með gen sem bendi til Alzheimers. Upphaf einkenna voru þannig að ég fann að það var eitthvað farið að reyna á minnið í vinnunni. Fór í kjölfarið til læknis og fékk greininguna. Og ég byrjaði í seglunni, það var í ágúst 2023, en ég hætti vinnu haustið 2021. Var hikandi og óákveðinn fyrir seglunni fyrst, en fann
fljótlega að þetta hentaði mér og var að gera mér virkilega gott. Og líður betur og betur og var opnari fyrir verkefnum seglunar og hef mætt daglega síðan. Það er farið mikið í hugræna þjálfun sem ég tek þátt í, það sem er orðaþrautir til þess að leysa á blaði eða í tölvu og hjálpustu líka að og það er mikill sigur og hvatning að geta leyst þrautirnar sem ég átti nú bara alls ekkert von á því ástandi sem ég var þarna. Ég tel samt mikilvægt að segja opið frá sjúkdómnum og opna þannig á umræðuna heilabilun og leið sína öðrum að það er hægt að lifa með sjúkdómnum. Og regluleg hreyfing sem með seglunni er eitt af besta sem ég hef gert og við vitum öll að það er ekki gott að sitja bara kyrr og heldur að passa að hreyfa sig reglulega. Og í seglinu förum við daglega í göngutúra og það er nú algjör svona vítamínsprengja fyrir daginn að koma úr góðum göngutúr. Þetta er stór hópur sem fer og auðvitað er það miklu skemmtilegra að hafa marga í svona gönguferð og ég er ekki vissum að ég færi svona oft í göngu en maður veri einn heima. Og svo er ég einnig farið 2 sinnum í viku í ræktina, það er Gimheilsa í Suðurbæjarlaug í Hafnarfirði. Þar fer þar á hlaupabretti lyftu lóðum í tækjasal. Ég finna að þetta bætir og styrkir líkamlega og mér líður miklu betur. Við förum sem hópur og erum með þjálfara, meðal annars Stefaníu, og félagskap sem skiptir svo miklu máli, frekar en að fara einn, þá er svo auðvelt að sleppa úr æfingu. Ég segi bara hérna að ég hef svo sem ekkert mikið verið að hlaupa í gegnum tíðina, en ég var aðeins að skokka svona í kringu 35-40 ára. Og það gekk alveg ágætlega en ég tók stundum 10 kilometra. En einhvern veginn þegar maður er einn í þessu þá er auðvelt að hætta. Og síðan trúi ég því nú alltaf á 70 aldri að ég ætlaði að fara að hlaupa og skokka. Ég tók þátt í Reykjavíkurmaraþoninu með hópnum meðal annars úr seglunni og hljóp þessa 10 kilometra. Það var nú bara, fannst mér afrek að klára það. Þetta reyndi nú svolítið á, En svona er þetta. Ég stefni á því að mæta áfram daglega í segluna og vera virkur. Það er gaman að vera í hópi og hitta fólk. Staðan fyrir að vera bara heima. Verkefnin eru náttúrulega mörg þar líka og nóg. En það er gaman að mæta og spjalla við fólk sem eru í sömu sporum og maður sjálfur. Takk fyrir. Þetta var frábært. Takk kærlega fyrir þetta. Herri, næst ætlum við að fá Kristján Inga sem er að koma fyrir hönd fjölskyldunni sinnar. Skilst mér, þú ætlar að koma einn eða ekki?
og ætlar að segja þína sögu og ykkar. Vertu velkomin. Setja tæmirinn á, sko. Ég á það til að bulla bara út í eitt, þannig að það er ágætt að vera aðeins. Heyriði, mér finnst bara svo magnað hvað eru margir hérna. Mér langaði að, ég náttúrulega misti af Magga reyndar áðan, ég veit ekki hvort að ég heyrði það var klapp. En mér finnst þetta geggjað. Bara klappa fyrir ykkur. Hér hefur komið upp fullt af fræðilegu fólki og sagt frá mjög fræðilegum hlutum, en ég er bara svona, já, ég sem sagt er að reyna svona að koma, hvað ég segja, svona fram fyrir hönd fjölskyldunar. Við erum sem sagt mamma og faðir minn sem lést úr Alzheimer 2021. Það er sem sagt gert grín að þessi fjölskyldunni. Ég get ekki farið upp í pont og það brotni röddin. En já, sem sagt, þetta er rosalega opin spurning. Hvað getum við gert? Ég held að það sé bæði út frá sko, fræðilegum hlutum og svo bara út frá svona sínu persónulega umhverfi og í umönnun við Alzheimer-sjúklinga. Já, og ég sko tel alveg mikilvægt að koma fram og segja okkar sögu, þó ég sé að koma fram fyrir hönd fjölskyldunar, 4 systur og mamma. Það eru 2 sem búa erlendis og ein reyndar, það breyttist flugið hennar, hún ætlaði að vera einn dag, þannig að hún flaug í dag en átti að fljúga út á morgun. Og svo er að því að við vorum að tala hlaupa, þá er ein að hlaupa í bakgarðinum núna. Ég þarf örugglega að vakta hann í nótt eða eitthvað, því að þau hlaupa í einhverja marga sólarhringa held ég. En ég bara tel mikilvægt að koma fram að því að þó ég nái bara kannski að ná til eins hérna í salnum eða einhver sem er að horfa, að þá er svona tilgangnum náð, get ég sagt, fyrir mig. Þannig að en mér finnst sko sjúkdómurinn hann er ótrúlega fallegur og í svona, hvað ég segja, samskiptum að þá, sem er mjög erfitt fyrir mig, þá lærði ég það að maður þarf ekki alltaf að tala. Það er rosa gott stundum, bara faðir minn var á Sunnuhlíð seinna og stundum fór ég bara og satt með honum, þú veist, og við vorum bara í núinu og mamma og pappi kynnast 1978 og eiga saman 5 börn. Ég er eini strákurinn, augasteinninn hans pappa míns. Ég held að ég hafi verið svo eini sem hann fór að gráta yfir þegar hann var viðstaddur fæðinguna, þannig að En svo eiga þau 11 barnabörn og það er meira að koma 1 barnabarn. Þannig að við höfum alltaf verið bara mjög svona samrýmd fjölskylda og þetta er svona, þarna er mynd af föður mínum í Boston marathonjakka, þar sem hann er að hlaupa til mín, að reka mig áfram og taka mig með sér út að hlaupa. Og hérna er síðan ein mynd af honum þar sem hann er að spila á harmonikuna, mikill músikant. Og svo er þetta svona, hvað ég segja, leiðin sem við löpum niður við sem sagt Kópavoginn fyrir neðan Sunnuhlíð hjá Hælistúninu og já, við vorum, ég sagði í rauninni bara við starfsfólki á Sunnuhlíð að ef að því að hann var mikill hlaupari, að ef hann þyrfti að fara út að hlaupa og ég var í vinnunni að þá gætu þau bara hringt í mig og ég gæti komið og svo lét ég bara mína yfirbúðar að vita að ég var farin á fund upp á Sunnuhlíð. Og ég held að það sé rosa mikilvægt að forgangsraða tímanum. Að ef maður er með hugsunina á ég að fara, ég veit að það er fullt af öðru sem þú veist, vinna og fjölskylda og verkefni, en þá á maður bara að fara. Þú veist, það bara skiptir máli, þið sjáuð ekki eftir því. Þarna eru við sem sagt í New York 2010 og þarna er pabbi svona komið með fyrstu einkenni kannski án þess að ég átti með á því. Hann greinist 2012. Þau lýstu sér þannig að ef við vorum einhvers staðar og ég kannski var ekki alveg við hliðina á honum og það kom einhver að byrja að spjalla við hann, þá bara fór hann alltaf að nota kvót úr bíómyndum og fór bara í De Niro alltaf bara You talking to me? You talking to me? Og bara grínast og ég alltaf bara pabbi, ekki en hann alltaf var rosalegur maraþonhlaupari og hann hafði hugsað líka með sinni eins og musteri sem að ég hef reyndar ekki gert svo sem en
en þú veist, musteri eru afstæð. Ég var í Róm, þau geta verið alls konar. Þannig að en hann sko, já, mér langaði rosa mikið að hlaupa maraþon með honum. Hann átti best í maraþoni 2:44 sem að ég var reyndar aldrei að fara að gera þó ég hefði verið ólöglegum lyfjum eða með þoturhefil aftan í mér sko. En mér langaði til að hlaupa með honum maraþon, þannig að við fórum 2010 til New York og hlupum maraþon og svo það á leiðinni heim þegar við loksins náðum í leigubíl, búin að labba einhvert hálfa Manhattan eftir að hafa hlaupið maraþon, að þá situm við í bílnum og við vorum að fara på Lafayette Avenue og við höfum einu sinni lent í að leigubílstjóri ruglaðist. Og hann, sem sagt, ég spyr leigubílstjórann hvort hann sé nokkuð að ruglast, hvort hann sé nokkuð að fara á Lafayette Street, af því mér fannst að vera að fara skrýtna leið. Og við algjörlega allir búnir á því og ég alltaf að fá krampa og besti vinur minn sem læknir sem að satt sem sagt vinstra megin og pabbi í miðjunni og ég alltaf að fá krampa hérna aftan í læra þannig ég var alltaf að skjóta mér einhvern veginn yfir leigubílinn til þess að bara einhvern veginn láta mig líða betur. Segi þetta við leigubílstjórann hvort hann sé að fara rétta leið og hann bara snöggreiðist og spyr hvort að ég haldi að hann sé að höstla okkur, hvort hann haldi að ég sé að reyna að taka á okkur, þú veist, hvort að hann sé að reyna að svindla eitthvað á okkur. Og ég reyna að útskýra fyrir honum að við höfum bara lent í bara mistökum áður, nema þá allt í einu bara kemur pabbi svona og setur hendurnar yfir mig og vinn minn og svo horfir hann bara beint í augun á manninum sem að horfði í baksýnisspegilinn sem var risastór, bara New York maður, þú veist, með alls konar hluti örugglega í hanskóhólfinu sínu og horfir bara beint í augun á honum og tekur kvót úr einhverjum gömlum vestra. Og bara, usually I kill people for money. Because you are my friend, I kill you for nothing. Og vinur minn sem var við hliðina á mér, hann svona hallaði sig fram og horfði bara á mig og bara, hvað í gangi? Svo var bara störukeppni á milli þeirra í svona 15 sekundur og leigubílstjórinn hugsaði held ég bara, ég ætla ekki að taka neitt séns, þetta einhver 70 maður sem var að hlaupa maraþon og hann reikspólaði bara stað og henti okkur heim sko, það var ekkert vesen. Ég hélt að við myndum enda í höfninni í New York sko, en ég get, já, meira rugli sko. En sjúkdómurinn hann þó hann sé erfiður, þá hann fallegur og hann fyndinn. En ég get alveg viðurkennt það að í upphafi þá vannmati ég Alzheimer. Ég alveg bara einhvern veginn, bara þú veist, já, við reddum þessu. Þetta reddast, þetta verður regnmál. Við bara, þú veist, en svo þegar það líður á, að þá svona áttar maður sig á því að, hvað ég segja, sekúndur sem eiginlega voru verðlausar, þær eiginlega verða gulli. Það bara svona, já, ég muni þetta með vælið í mér, það bara þannig. En það langbest að vera bara eins og maður Mamma, hún upplifði svona skilningsleysi frá fjölskyldunni, sem sagt ekki okkur, þetta stórfjölskyldunni og svona vinum, bara svona, þú veist, þetta einhvern veginn, þetta reddast allt saman sko. Og fannst fólki svona ekki taka þessu alvarlega. En pabbi greinist, já, 2012 og það í rauninni ekkert sko þannig að við finnum fyrir því, þú veist, ég veit þetta búið að breytast gríðarlega á síðustu árum en það ennþá mikil þörf og margt sem þarf að gera og ég meina það eru 60 manns á biðlista eftir því að komast inn í segluna. Ég hefði viljað að seglan hefði verið til þegar pabbi var að glíma við þetta með þær sögur sem maður heyrir. Þannig að okkur fannst líka kerfið ekki taka þú veist, á mót okkur og okkur var einhvern veginn bara svolítið svona, heyrðu, þið bara sjáuð þetta, þú veist, og ég næstu í hata orðið heimahjúkrun, af því að það var alltaf verið að þetta bara heimahjúkrun, þið bara sjáuð þetta. En það síðan í rauninni ekkert þegar það breytist ekkert fyrir að faðir minn setur íbúðina á flot hjá mömmu og pappa, bara svona óvænt. Ætlaði vantilega bara að fá sér te eða kaffi eða eitthvað og kveikir á vaskinum, vildi ekki vera með henni læti, þannig að hann lokar inn í herbergi til mömmu, þar sem að systir mín reyndar var líka. Og svo vakna þau morguninn og þá bara íbúðin á floti og það eiginlega allt í, þú veist, skrúinni getum við sagt. Þannig að það já, þá eiginlega endum við upp á spítala og svo segi ég í rauninni þessi fleygu orð. Þið vitið að hann ekkert að fara að koma heim aftur. Og þá svona klesti þetta aðeins á okkur að þetta væri svona komið á þann stað.
En þetta hefði ekki þurft að vera svona. Það var gríðarlegur kostnaður fyrir okkur, samfélagið, tryggingafélög, hvað þetta heitir. Þannig að það er hægt að ná utanum þetta með öðruvísi hætti. Það sem við höfum reynt að gera ég var að reyna að vera fræðilegur. Þú veist, út frá okkur sem fjölskyldu og ykkur sem fjölskyldu sem að glíma við þetta, þá finnst okkur bara að vera 3 leiðir til fræðslu. Það hentar ekkert öllum að tala opinskátt þetta, en við völdum að gera það í gegnum bara samfélagsmiðla og annað, og mér fannst það líka þægilegt, ég skrifaði bara persónulega pistla þar sem ég útskýrði hvernig staðan var, að því ég var alltaf að lenda í því, ég var í Krónunni eða Bónus og bara hvað þetta pabba þínum? Að þá bara losnaði maður einhvern veginn aðeins við það áreiti, ef ég get kallað það. Þannig að, en rosalega mikið af líka bara tala um þessar fallegu stundir og svo fáum við bara, þú veist, við erum að reyna að ráðleggja þeim sem leita til okkar sem er á svipuðum stað og við vorum, og ég segi oft bara hvar eru þið? Já, mamma að þú veist, Landakoti, já, ok, þú ert þar. Og svo fyrir hún á Vífilsstaði eða eitthvað annað og svo, þú veist, og mín ráðlegging bara við sögðum Sunnuhlíð 1, 2 og 3 af því að Sunnuhlíð bara við hliðina á okkur. Þannig að ég ráðlegg fólki alltaf að reyna að hafa hjúkrunarheimili bara þegar fólk er komið að það stígi sjúkdómnum eins nálægt sér og hægt er. Og í rauninni bara ráðleggja fólki, þú veist, aðalráðleggingin samt eiginlega bara að kynna samtökin og benda á Alzheimer-samtökin og segluna og benda fólki á faglega þjálfun, þú veist, og það eru ýmsar leiðir í því. Svo bekkurinn, Sibba fræðslustjóri samtakana, það var opnun seglunar fyrir 2 árum og Sibba fræðslustjóri seglunar sagði móður minni frá bekk í Danmörku þar sem að fyrirtæki voru búin að kaupa sig inn á þennan bekk og hann var eitthvað að flakka á milli með einhverjum lógóum og móðir mín býtur það einhvern veginn í sig, ég kalla hana stundum stjórnarformanninn, að hún býtur það bara í sig að bekkurinn sem var niður við Kópavoginn fyrir neðan Sunnuhlíð, hann verði gerður fjólublár. Og við notuðum máminn, en pabbi hans að vinna á réttingavestæði Jóa og ég þekki aðeins til upp í Kópavogsbæ og hringdi þau og sagði að þetta væri bara nokkurn veginn klárt. Þau þurftu bara að redda þessu, þú veist, það væri þessi bekkur. Síðan í kjölfarið að því að þá í samstarfi við Sibbu og Vilborgu að þá förum við bara sem hluta af hvað við segja, ég hef mikinn áhuga á markaðsmálum og vinn við það, að þá fórum við hugsaðum, kannski þetta eitthvað og við getum stekkað þetta. Og þannig að ég fór bara að hringi í öll sveitarfélögin, bara í Dag B og Rósu og alla bæjarstjórana og borgarstjórana og hvað þetta heitir og segja, Kópavogsbær búin að gera þetta, ætlið þið ekki að vera með? Jú, hvað þurfum við að gera? Þið þurfum bara að gera þetta? Já, og svo einhvern veginn vatt þetta upp á sig og nú eru bara komnir bekkir víð land í flestum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og meira þess að það var eitthvað fólk frá Írlandi sem við hittum á ráðstöfnu sem var að spá í að negla niður einum fjólubláðum þar. Á bekkjunum QR-kóði þar sem hægt að skanna og þá leggja samtökunum lið með einum öðrum hætti. Og mér finnst þetta svona típist eitthvað verkefni sem að, þú veist, ég veit að það ekkert allir að fara að búa til einhverja fjólubláu bekki út allt. En þetta bara þú veist, ef maður fær hugmynd, þá hægt að koma inn í framkvæmd. Þú veist, sérstaklega með hjálp samtakana. Þú veist, þau eru snillingar í því að, já, þetta er hvað við segja, öðruvísi markaðssetning. Þannig að út frá markaðsmálunum þá langaði mig bara að segja að við, já, ég veit ekki hvernig ég á að byrja, ég hafði samband, ég var að stýra auglýsingadeild Bylgjunnar og Stöðvar 2 og hafði samband við samtökin fyrir mörgum ára síðan, 2018 eða eitthvað, og hringdi þá að því að það var mynd með Anthony Hopkins sem heitir The Father og Bylgjan var alltaf með bíósýningar og þá spurði ég hvort að Bylgjan gæti ekki kynnt samtökin með einhverjum hætti og við getum verið að kynna þessa sýningu og svo kannski bara í kjölfarið að því að þá svo hætti ég á fyrirtækinu 2021 bara á sama tíma og faðir minn er að klára sína baráttu og þá eiginlega náum við kannski smá upp þræði aftur og förum að vinna saman og 2022 þá fórum við í rauninni að stað með fyrstu, við veit að Alzheimer-samtökin hafa gert alls konar áður, en þetta var fyrsta skipti sem við förum að stað með, sem ég veit til allavega einhverja herferð og hún var aðeins útpæld, það var strætó, nafnið var munum leiðina og svo vorum við að spurja fólk þegar það var á leiðinni heim til sín, það voru umhverfisauglýsingar á skjánum og ég geti reyndar alveg sagt að það kom mér mjög mikið óvart, eins og Vilborg og Sibba vita þegar við vorum í þeirri bara
ég var bara 100 á því, ég geti hringt í öll fyrirtæki í heiminum og fengi bara pening. Ég bara, þessi fyrirtæki eru öll að auglýsa alls staðar, þetta verður ekkert mál. Og við náðum að fá, þú veist, 2-3 milljónir, en við varum bara 10 milljónir, þetta verður ekkert mál. Þannig að væntingastjórnin er rosa mikilvæg í svona. En mér fannst verkefnið mjög vel heppnað og það voru þessi fjólubláa bekkir, við vorum með strætóin, það voru umhverfisauglýsingar og svo komst ég að því að konur eiga auðveldara með að samfara menn heldur en menn að samfara menn. Þannig að kona mín sem er með mér í okkar litla markaðsfyrirtæki, það var betra þegar hún hringdi og sagði, ég er hérna með auglýsingar með tilbúðin en þið notið þetta í uppfyllingar á miðlunum ykkar. Og það var bara, já, elskan, ekkert mál. Þannig að við náðum að fá alls konar auglýsingar líka gefins þegar við fórum á stað. Svo erum við náttúrulega búin að vera með tónleika 2 ár í röð í Bæjarbíó, þar sem við bara erum að auglýsa rosa mikið af viðburðum, einhverjar frá Ný Dönsk á eftir og við reynum bara að nota okkar samband til þess að tala við þessa listamenn og biðja þá að koma fram fyrir hönd samtakana og leggja góðu málefni í lið. Þannig að mig langaði síðan að þannig ég undirstriki það, þá veit ég að þetta er rosa mikið og mér langar reyndar að nýta tækifærið og þakka Alzheimer-samtökunum, stjórninni, náttúrulega Vilborgu. Hvað er aðeins hérna? Jesus. Já. Sippu, Gulla, Ragnheiðs, stjórninni, af því að við stofnuðum lítið markaðsfyrirtæki fyrir 3 ára síðan og Alzheimer-samtökin voru þau sem við fengum fyrst að vinna fyrir og höfum fengið að gera alls konar hluti. Og þetta er það nýjasta sem við erum að gera. Við ætlum að reyna að frumsýna og ekki reyna, við erum bara að fara að frumsýna 1 lítið vídeó. Það er búið að framleiða 3 vídeó og að markmiðið er að fólk átti sig á því að fyrstu einkenni heilabilunar geta verið alls konar. Og við erum búin að framleiða 3 vídeó sem að sýna mismunandi stig sjúkdómsins, eða svona mismunandi fyrstu einkenni og já, við ætlum að sýna þetta í næstu viku, svona opinberlega. Ragnheiður ætlar mögulega að sýna eitt annað á eftir. En þetta er svona byggt á okkar sögu þegar systir mín var út í London 2012 og kom heim og hafði síðan samband og þá var mamma búin að tala fyrir, daufum eyrum í smá tíma. Þannig að það eru 47 sekúndur eftir af 17 mínútunum. Þannig að ég ætlaði að fá að sýna ykkur þetta myndband sem við í rauninni kynnum hugmyndina fyrir Alzheimer-samtökunum og þau vinna hana síðan með okkur, Gulli náttúrulega sérstaklega og stjórnin og Sippa og aðrir í kringum þetta. Og þetta snýr í rauninni bara þessum einföldu skilabóðum og það er komin heimasíða undir sem heitir alzheimer.is/einkenni og ég get gert svona en svo ætla ég að smella fingrinum og þá setur hann það í gang. Takk hérlega fyrir mig. Æ, fyrirgefið. Ekkert mál. Hvað er það að fara góð? Já, við stelpunum ætlum að skella okkur aðeins. Góða skemmtun. Æskil mín. Er það að fara góð? Já, pabbi, ég er að fara út. Góða skemmtun. Takk. Er það að fara góð, æska mín? Pabbi, nennirðu, please. Er það að fara að hitta stelpurnar? Pabbi, ég er búin að segja þér þetta. Nennirðu, ég er að reyna að drífa mig. Hvað, að fara að skella sig eitthvað út? Já, pabbi. Ég ætla að hitta stelpurnar. Það er gaman. Góða skemmtun. Þetta heitir mig í hjartastað. Búin að vera þarna. Síðast en ekki síst, þá ætlum við að enda þetta í stuði. Ekki það að það hafi ekki verið stuði hérna, en það er búið að vera alls konar, tár og gleði og fræðsla og ég veit ekki hvað og hvað. En næst á dagskrá er erindi frá hópnum Heilsa og Hugur, sem er hópur sem er 60+ í Mosfellsbæ. Gjörið þið svo vel.
á meðan fólkið mitt raðar sér hérna upp. Það þarf líka að vera hérna megin. Þá ætla ég kannski að fá að segja nokkur orð. En flott. Geggjað. Heyriði, ég ætla bara að byrja að segja eins og margir hafa sagt innilega til hamingju með daginn og með þessa flottu ráðstefnu. Maður sko, ég heiti Halla Karen Kristjánsdóttir og íþróttafræðingur og ég svo heppin að geta sagst vera þjálfari þessa hrausta flotta fólks sem kemur alla leið í kaupstaðarferð úr Mosesbænum og ég held að þetta sé bara kannski nýtt hlutverk hjá okkur núna. Við erum vön að hittast á morgnana og æfa saman en kannski verður þetta bara núna við komum svona verum með gigg í svona partíum og þá erum við bara svona að gera eitthvað skemmtilega hreyfingar og gaman. En ég tek það fram að þetta ekkert æft, heldur ætlum við bara að fá ykkur með okkur í lið og eina sem algjörlega bannað að það að gera ekki neitt en það má alveg ruglast og það má bara dilla sér eða eitthvað ef maður vill ekki setja hendin upp þegar það á að setja hendin upp. En annars segi ég bara mikið ofboðslega gaman að hlusta á þetta og fræðast betur þennan erfiða sjúkdóm og hvað Alzheimer samtökin að gera góða hluti og þið líka öll sem að koma hérna til þess að sýna samstöðu og hlusta á og hvað hægt að gera og vera saman og mér langar bara að segja ykkur aðeins að þessi hópur ásamt örlítið fleirum, við vorum 24, ég nú ekki búin að telja hvað eru mörg hérna núna, sem fórum í annað sinn, alveg eins og þau sem fórum munið leiðina, í Reykjavíkurmaraþon núna í ágúst og við fórum líka 10 kilometra, sumir hlupu meir en aðrir og aðrir gengu mjög rösklega. En það svo frábært við Reykjavíkurmaraþon og bara hreyfingu að láta gott að sér leiða í leiðinni og hópurinn valdi það og í bæði skiptin að styrkja Alzheimer samtökin og ég gleymi því ekki að þegar við Berta sem erum þjálfararnir þeirra í fyrra skipti sögum við ætlum að safna 500.000 og ég held að myndi detta að þeim andliti 500.000, já við ætlum að gera það, munið þið hvað við söfnuðum miklu yfir 600.000 þá og núna ákváðum við að fara að vera með hærri markmið og við náðum 1 milljón og það nefnilega svo gaman að því að það ekki allir sem geta hlaupið og við erum með risastóran hóp í Mosbæ sem að hreyfa sig reglulega að lágmarki 3 í viku inn og úti en þá geta aðrir styrt okkur og það voru sko heldur betur margir sem gerði það en nú komið að þessu við ætlum að vera með giggið okkar og þeir þurfa að hjálpa okkur því að þetta í fyrsta sinn sem við erum beðin að vera með svona gigg og þetta í fyrsta skipti hjá Alzheimer samtökunum þannig nú ætlum ég að biðja ykkur að standa á fætur og Jöp, ég að spá í hvort má ég færa þetta örlítið eða þetta fast? Þetta fast? Já, ok. Látum við það vera. Heyri, ég ætla þá að standa hérna kannski fyrir framann. Þetta verður einfalt, það er enginn af áhyggjur, en þetta verður gaman. Og við ætlum að byrja á því þegar tónlistin byrjar núna eftir, bara að draga djúpt andann og svo ætlum við að dilla mjöðmónum. Hver kann það ekki? Sjáu þið mikið hér? Jú. Þannig að þá geti ég gripið í mikrofónu eða talað ef það heyrist ekki í mér. Ég ætlum bara að byrja að draga djúpt andann og blása frá. Aftur að draga djúpt andann. Eru þið tilbúin að dilla með tvisvar? 2, alltaf tvisvar. Já, þetta kunnum við, kunna allir mjöðmirnar að dilla þeim. Heyrðu, nú kemur smá heila leik við mig, höldum áfram, 2 og 2. Nú ætlum við að gera 1 og tvisvar. Byrjum núna, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tvisvar, 1, tvisvar. Já. Og ganga á staðnum. Má við sjá, eru slakar axlir, nota hendurnar, ganga, muna rétt úr sér.
Svo setjum við fætur örlítið í sundur og tillum svona upp. Muna hafa mjúkar axlir og brosa svolítið. Getum við teygt svona hendina fram án þess að slá í næsta? Má ég sjá, svolítið stemning. Fyrsta giggið okkar. Woohoo! 4, 3, 2 og hendinu. Ég vilji þið sjá fólkið hérna. Við erum að fara að giggja aftur næsta kvöld. 4, 3, 2. Nú ætlum við að kýla niður. Ég minn einasti. Við erum ekkert að fara heim. 4, 3, 2, 1, ganga. Nú ætlum við að taka til hliðar. 1 og 2. Já, við þurfum að vera góð við nágrana. Frábært. Nú fyrir við alveg eins nema upp. Tilbúin og svo. 2 og svo niður. 2. Upp. Svo að tegja við úr okkur. Tvisvar í viðbúð, ég tími ekki að hætta þessu. Og svo upp. Frábært hér, allir svo prúðir og styrkir og gera allt sem á að gera. Já, pínlítið eftir og gott. Nú kemur nýtt lag. Við ætlum að horfa upp og blása frá leiðinni. Og nú ætlum ég að biðja að stíka með líka á eftir. Við erum aðeins og niður. Og stoppum við miðjunni, horfum til hliðar, til hægri, brosum og horfum til vinstri án þess að snúa líkamannum, bara hálsinum. Jöp. Er ekki allir að brosa og blikka? Geggjað. Kunnum við viðlagið í þessu lagi? Göngum á staðnum. Nú ætlum ég að heyra í þessum hóp hérna. Eru þið tilbúin? Ég ætla ekki að syngja í mikrofónin. Fáðu alla leið. Má ég heyra? Á því að opna faðminn fyrir samfélaginu, fyrir vinum okkar, fyrir okkur sjálfum og svo ætlum við að faðma okkur, gefa okkur kærleiks knús og svo ætlum við aftur að opna, passum bara lemmi ekki í næsta og stöndum við aðeins á hlið og faðma okkur og hugsa eitthvað fallegt og tökum þetta tvisvar enn, drögum andan af og blásum frá
og í allra síðasta sinn og blása frá. Takk fyrir okkur og verið hjartalega velkomin til okkar í Kikkinn. Jæja, nú púlsinn uppi og allir hressir, það ekki? En nú erum við að nálgast lok ráðstefnunnar og mig langar að taka saman svona helstu atriði sem hafa komið fram í dag. Við hófum daginn með Ölmu, landlækni sem að benti okkur mikilvægi heilbrigðs lífstíls til að draga úr líkum á heilabilun. Tíbo Snow fjallaði jákvæða nálgun að umönnun sem getur bætt lífsgæði einstaklinga með heilabilun. Harpa Björgvinsdóttir frá Seiglunni sagði frá mikilvægi virkni og hvernig svona líkamlegt og andleg virkni mikilvæg fyrir fólk með heilabilun. María Kristín Jónsdóttir myndi okkur á áhrif jákvæðra viðhorfa í meðferð og lífsgæða sjúklinga og aðstandenda. Magnús Karl kom og veitti styrkveitingar. Páll og Stefania sögðu frá skokkhópnum Munum leiðina og það náttúrulega algjörlega frábært að þetta Munum leiðina tengist í mörgum erindum hérna. Fjölskylda Ólínu eða Kristján sagði frá áhrifaríkri reynslu sinni af sjúkdómnum og ég tengdi við margt og ég veit að mörg hérna inni tengja við mikið af því sem hefur verið sagt hérna í dag. Við höfum séð í dag ótal leiðir til að taka málin í okkar hendur, bæði með forvörnum, jákvæðri umönnun og virkri þáttöku og mig langar að koma á framfæri sérstökum þökkum til hennar Sibbu, Sigurbjörgu Hannesdóttur, fræðslustjóri Alzheimers samtakanna sem á veg og vanda að þessari ráðstefnu og ég vil að við klöppum fyrir henni. Algjörlega frábært. Ég vil þakka ykkur fyrir daginn í dag og kynna Ragnheiði til þess að koma hérna, Ríkharðsdóttur formann til að segja nokkur orð og takk kærlega, gaman að sjá okkur öll. Og þakka þér, Sigga mín. Elsku þið. Hrikalega þetta búið að vera skemmtilegt. Og takk allir fyrirlesarar sem að hér hafið stigið fram og sagt frá þekkingu ykkar og reynslu og Mosfellingarnir sem að voru með gigg. Þú veist, ég úr Mosfellsbænum, ég bara svo stolt af ykkur, þið eru geggju. Ég fekk kannski bara komið innan hóp til þess að geta fengið að vera með í giggi. En að lokum, sko heimurinn okkar fullur af áskorunum. Það eru líka áskoranir í okkar daglega lífi. Ég skrifaði grein sem að birtist á Vísi þar sem að ég ræddi Alzheimer, mennsku og mildi. Vegna þess að ég held að þegar að við í sameiningu með þeim sem að greinast með hvers konar heilabilun, ef að við minnum okkur á að það grundvallaratriði að sýna mennsku og mildi í öllum þessum samskiptum. Vegna þess að við skulum aldrei gleyma því að í hverjum og einum einstaklingi sem greinist með heilabilun eru ríkar tilfinningar hér inni og hann hérna þó hann geti ekki tjáð það sem hann kannski vill gera. Og það sem að við getum gert, við getum stuðlað að því með væntumþykju og virðingu gagnvart hinum greinda að auka og efla sjálfstæðið hans og muna alltaf, elsku við öll, að mennska og mildi það sem að mun skipta mestu máli í samskiptum okkar við þann sem að veikur. Við vitum öll að þessi vegferð sem að sjúkdómurinn á og þar eru skrefin mörg og misjöfn, en
Það er frumskylda samfélagsins að veita þjónustu í þessum sjúkdómi á sama hátt og öllum öðrum sjúkdómum. Okkur sem hefum starfað innan Alzheimer-samtakana, aðstandendum skjólstæðinga, finnst sem að kerfið stundum ekki hlusti. Það á ekki að færa ábyrgðina af heilbrigðis- og félagslega kerfinu yfir á aðstandendur. Og þegar að við förum í þá vegferð að breyta því, þá mun ekki standa á Alzheimer-samtökunum. En takk fyrir að vera með okkur í dag. Án ykkar værum við Alzheimer-samtökin ekkert. Enn og aftur, fyrirlesarar, gigghópurinn, takk fyrir daginn og nú fáum við að sjá myndband. Takk kærlega fyrir daginn. Hjálpar alltaf að eiga í sínu hjarta alltaf. Ljós elska minning ljúfa, ljós elska minning ljúfa. Anna og María Kristján. Hérna